Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá fjármála- og efnahagsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 729 opinber störf utan höfuðborgarsvæðisins frá Höllu Signýju Kristjánsdóttur. Einnig hefur borist bréf frá utanríkisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 384 ráðherrabíla og bílstjóra frá Birni Leví Gunnarssyni. Útbýtt er á fundinum þingskjali 844 samræmd próf fyrirspurn flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson, þingskjali 845 samkeppnisstaða íslenskra iðnfyrirtækja fyrirspurn flutningsmaður Ólafur Ísleifsson og þingskjali 846 starfsmenn ráðuneytis og stofnana á málefnasviði ráðherra skriflegt svar utanríkisráðherra. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármáli störf þingsins. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég er að hugsa börnin okkar. Ég segi nú, það er kannski ekkert nýtt að þessi kona sem hér stendur tala börnin, en ég bara get ekki annað því þau eru mér svo mikið hjartans mál. Og það sem er dapurt í stöðunni í dag er það að mörg þeirra leiðast út í fíkn og eiga erfitt í samfélaginu okkar í dag. Þau eru á löngum biðlista eftir því að geta fengið úrræði í sínum vímuefnavanda og það sem meira er, þau deyja á þessum biðlista. Mörg þeirra deyja á þessum biðlista. Ég er nú ekki virðulegi forseti að segja til lánsins að þá er það nú ekki öll en hvert og eitt einasta þeirra er einu og mikið. Og það sem sorglega er að ég tek það til mín sem einn af fulltrúum löggjafans að við skulum ekki grípa kröftulegar inn, koma bæði með forvarnir og eyða þessum biðlistum og taka utan það einasta sem hefur virkað almennilega hér sem heitir SÁÁ. Að við skulum ekki veita nægu fjármagni til þess að eyða þessum biðlistum, að við skulum ekki sýna viljan í verki og nú skulum við ætla að ganga inn í sumarið, í sumarfrí, þingmenn á sólarströnd væntanlega í sumarfrí, á meðan unga fólkið okkar verður enn hér heima deyjandi á biðlistum. Ég kalla eftir því að við gerum eitthvað róttækt í máli unga fólksins, í máli fíklanna okkar áður en að við leggjumst á sólarströnd í sumarfrí. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, á fyrstu dögum ríkisstjórnarinnar sagði hæstv. Heilbrigðisráðherra að ríkisstjórnin væri mætt til að bjarga heilbrigðiskerfinu, hvorki meira né minna. Fyrstu verk ríkisstjórnarinnar benda til þess að ráðherra hafi verið full vorubrögð og ég full bjartsýnn. Við framlagningu fjármálaáætlunar gaf ríkisstjórnin eftir tugmilljarða króna og þó vissulega sé boðuð aukning í fjármálaáætlun er það engan veginn nægilegt. Viðbótarfé til sjúkrahúsþjónustu dugar rétt til að mæta fjölgun ferðamanna og öldrun þjóðarinnar. Víða er meira að segja farið að molna undan undirstöðunum og voru þær nú orðnar fúnar. Fjármálaráðherra segir ekki svigrúm til að mæta réttmætum kröfum ljósmæðra. Ríkisstjórnin virðist áhugalaus að tryggja samninga við þær varðandi heimahjúkrun. Samningar við Krabbameinsfélagið sem sinnir skimun fyrir krabbamein í brjóstum og leghálsi rennur út í sumar. Fyrirtæki Caritas sem hefur sinnt hjúkrunarþjónustu fyrir fólk með langvinna og ólæknandi sjúkdóma mun þurfa að loka í haust. Hjúkrunarheimili hafa ekki nægt rekstrarfé og sjúkraflutningar eru í óvissu. Ungir fíklar eiga erfitt að fá viðeigandi meðferðarúrræði og hundruðir skjólstæðinga hugarafls lifa í óvissu þar sem ekki tekst að öngla 55 milljónum króna til að tryggja þá þjónustu. Sömu sögur að segja geðheilsu eftirfylgd. Herra forseti, ég veit að hæstv. Ráðherra vill vel, en fer ekki að vera fullreynt að vera í samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn stórsókn í heilbrigðismálum. Gott, opinbert heilbrigðiskerfi er ein dýrmætasta sameign sem nokkur þjóð getur eignast og því biðla ég til háttvirtra þingmanna að leggjast nú á árar með ráðherra
og gera þær breytingar á tekju- og gjaldaliðum fjármálaáætlunar sem að duga fyrir þessari boðuðu stórsókn. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, ég ætla að vekja athygli á máli sem fylgdi fréttatíma nú í síðustu viku, þar að segja Strókumálið á Sogni í Ölfusi. Sannleikurinn í því máli er að gæsluvarðhald það sem sá maður sat í var útrunnið þegar strauk úr haldi og áttu því yfirvöld að leysa manninn úr haldi án nokkurra tafa. Þetta eru skýr fyrirmæli í lögum og stjórnarskrá að engan megi svipta frelsi nema samkvæmt heimild í lögum. Hæstiréttur fjallaði svipað mál í mars 2013 þar sem manni var haldið eftir að gæsluvarðhald rann út á meðan beðið var eftir nýjum úrskurði dómara. Þar var eindregin niðurstaða Hæstaréttar, honum hafi verið haldið án lagaheimildar og brotið gegn skýrum fyrirmælum stjórnarskrár og taldi það, eins og rétturinn orðaði það, stórlega vítavert. Maðurinn átti því í raun kröfu að vera frjáls ferða sinna þegar hann yfirgaf Sogn. Hér er ég ekki að mæla því bót almennt að menn láti sig hverfa úr haldi lögreglu þótt þeir telji sig vera þar að ófyrir synju. En það eru nokkur atriði sem ég vil benda á hér til viðbótar. Fyrir liggur að maðurinn hefur ekki verið sakaður ofbeldisbrot. Einnig liggur fyrir að mál á hendur honum er enn til rannsóknar og ákæra hefur ekki verið gefin út. Auglýst var eftir manninum í fjölmiðlum með mynd og í kjölfarið hann eftirlýstur hjá öllum helstu alþjóðalöggæslustofnunum allan heim. Slíkar aðgerðir eru auðvitað mjög íþyngjandi og í ljósi allra aðstæðna í málinu sem ég hef hér stuttlega reifað í hæsta máta óeðlileg framganga og meðalhófs klárlega ekki gætt. Viðkomandi maður mun ekki hafa verið álitinn hættulegur og því erfitt að sjá fyrir sér að þessi framgangur í málinu þjóni almannahagsmunum. Ég tel í ljósi Hæstaréttardómsins sem fyrr var nefndur að skoða eigi vinnubrögð í slíkum málum, framsetningu kröfu gæsluvarðhald, tímasetningu þess tímanlega áður en úrskurður rennur út, form eftirlýsinga strokufanga eða grunaðra og almennt eftirfylgni mála af þessu tagi. Og síðast en ekki síst að læra af stórkostlegum ávítum af hálfu æðsta dómstóls landsins. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, samgöngumál og endurbætur á því sviði er eitt af þeim stóru viðfangsefnum sem við stöndum frammi fyrir og nauðsynlegt er að taka föstum tökum. Það er víða ófremdarástand, ekki síst hér á suðvesturhorninu. Mikið er rætt nauðsyn þess að ljúka tvöföldun Reykjanesbrautar og það er hárrétt. Það er hins vegar að mínu mati tómt mál að tala að ljúka henni áður en greyttur úr umferð Hafnarfjörð og Garðabæ. Íbúar í Hafnarfirði og Garðabæ geta ekki lengur búið við óbreytt ástand. Framkvæmdir sem greiða varanlega fyrir umferð þessi tvö sveitarfélög eru arðsamar en kannski mikilvægar, ekki síst mikilvægar til að draga úr slysahættu og auka lífsgæði íbúanna. Ríkisstjórnin og hæstv. Samgönguráðherra hafa vægast sagt ekki verið mjög skýr áform sín í samgöngumálum. Það eina sem má lesa út úr því sem sagt hefur verið er að stórsókn sé framundan. En leið er erfitt að sjá merki þá sókn í fjármálaáætluninni. Þá hefur það verið upplýst að samgönguáætlun verði ekki birt fyrr en í haust. Það þarf og á að horfa til varanlegra lausna. Á báðum stöðum á að horfa til þess að setja umferð í stokk. Umferðin hringtorgið við Setberg í Hafnarfirði er að nálgast umferðarþungann í Ártúnsbrekku í Reykjavík. Hringtorgið er með 2 akreinum og það fara að meðaltali tæplega 50.000 bílar á sólarhring. Íbúar eru í auknum mæli búnir að gefast upp á notkun hringtorgsins og hefur það leitt af sér aukinn og óæskilegan umferðarþunga og hraða innan íbúðarhverfa. Hafnarfjarðarvegurinn klýfur umferðaræðar í Garðabæ. Þar hafa verið settar fram hugmyndir að Hafnarfjarðarvegur verði settur í lokaðan stokk allt frá Hraunsholti að Litlatúni en að gamli Hafnarfjarðarvegurinn haldi sér sem innanbæjarvegur í Garðabæ. Þær lausnir sem virðast uppi á borðinu af hálfu stjórnvalda og Vegagerðarinnar eru ófullnægjandi miðað við stokkalausnirnar. Hér verður að hugsa í varanlegum lausnum í stað þess að vera í sífelldum bútasaumi og bráðabirgðalausnum. Þessar framkvæmdir þola ekki lengur bið, í þær verður að ráðast.
og í kjölfarið hægt að ljúka tvöföldun Reykjanesbrautarinnar. Ég skora á hæstv. Ríkisstjórn og hæstv. Samgönguráðherra að hefja án tafar undirbúning að þessum framkvæmdum og setja í forgang. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég hef þá teóríu, segir séra Jón Prímus Umbæ í Kristni Haldundujökli, að vatn sé gott. Við erum rík þjóð af auðlindum Íslendingar og vatnið þar á meðal. Ég vil nota þetta tækifæri og vekja athygli á nokkrum fyrirspurnum sem ég hef beint til ráðherra vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu. Svör eru tekin að berast og kennir þar ýmissa grasa. Fram hefur komið að ekki vitað það magn eiturefna sem ekið Suðurlandsveg yfir Sandskeið og Hellisheiði, framhjá og í grennd við vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins í Heiðmörk. Eiturefni sem hér ræðir eru eldsneyti, tilbúinn áburður, ýmis eiturefni sem notuð í atvinnustarfsemi og annar hættulegur farmur. Ekki vitað árlegan fjölda ferða og hvað flutningatækin eru mörg. Þá komið fram að ekki vitað magn eiturefna sem flutt íbúðarhverfi á höfuðborgarsvæðinu. Umferð bifreiða í grennd við vatnsverndarsvæðin hefur vaxið hröðum skrefum. Ráðherra hefur í svari greint frá því að samkvæmt upplýsingum frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur hafi engar rannsóknir verið gerðar á áhrifum á gæði neysluvatns af gúmmíkurli frá hjólbörðum bifreiða og af öðrum mengandi efnum sem fylgja umferð bifreiða í nágrenni vatnsverndarsvæða höfuðborgarsvæðisins. Hlýtur að verða að spyrja hvaða skýringar eru á að ekki eru gerðar viðeigandi rannsóknir á vatnsgæðum í ljósi ofangreindrar mengunarhættu. Eitt óhapp eða slys í nálægð við vatnsbólin gæti dregið langan slóða á eftir sér. Okkur ber rík skylda til að fara með fyllstu gát og tryggja fólki hreint vatn og heilnæmt. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, í gær var kynnt ný skýrsla sem Talnakönnun hefur gert fyrir samtök sparifjáreigenda kjör forstjóra og kaupaukakerfi þeirra sem virðist verða sífellt hugvitsamlegra. Þar í þessari skýrslu kemur meðal annars fram að 10 launahæstu forstjórarnir eru með milli 7 og 8 milljónir króna á mánuði. Það verður að teljast vafasamt að þetta endurspegli síaukna verðmætasköpun viðkomandi einstaklinga. Heldur hér iðulega að ræða fyrirtæki sem endurreist voru eftir hrun fyrir fé almennings úr bönkum og lífeyrissjóðum. Misskipting alltaf slæm í sjálfri sér. Ranglætið alltaf rangt. Þessi afkáralegu launakjör eru til marks sól. Það slæmt fyrir atvinnulífið þegar svo stór hluti arðsins fer til fárra einstaklinga og það slæmt þegar kemur upp sú freisting að fegra afkomu fyrirtækis til að auka greiðslur til sín. Það slæmt fyrir mennina sjálfa þegar þeir mæla manngildi sitt í milljón. Það líka slæmt fyrir samfélagið í heild að misskipting sé þar fram úr hófi. Samkenndin hverfur og innviðirnir fúna, brauðmólakenningin hefur aldrei staðist próf veruleikans. Forstjórastéttin talar af fyrirlitningu höfrungahlaup þegar vinnandi fólk vill fá sanngjörn laun fyrir vinnu sína eða reynir að knýja fram betri almenn lífskjör. Forstjórarnir virðast telja sig í einhverju allt öðru landi, kannski sjálfu aflandinu, og þeir séu í sínu sérstaka feitukattahlaupi, en það ekki svo. Það eru þeir, forstjórarnir, helstu forkólfarnir í SA, það eru þeir sem knýja áfram kröfugerð annarra stétta með yfirgengilegri sjálftöku sinni. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Síðastliðinn mánudag var haldin ráðstefna lýðháskóla á Íslandi í Norræna húsinu.
Að ráðstefnunni stóðu 3 aðilar, Lungaskólinn sem nú hefur starfað í 5 ár á Seyðisfirði, Lýðháskólinn á Flateyri sem áætlar að hefja starfsemi næsta haust og Ungmennafélag Íslands sem hefur áform stofnun lýðháskóla á Laugarvatni. Segja má að þarna sé að myndast samtök lýðháskóla á Íslandi. Á ráðstefnunni kom margt áhugavert fram og þar fjallaði meðal annars formaður dönsku samtakanna lýðháskóla reynslu af lýðháskólum á Norðurlöndum, þýðingu skólanna fyrir einstaklinga og samfélag. Þar kom fram að rannsóknir sýna að námi í lýðháskóla dregur úr brottfalli nemenda úr formlegu námi og eykur líkur á að nemendur ljúki formlegri framhaldsmenntun. Lýðháskólar höfða þó ekki eingöngu til nemenda sem eru í brottfallshættu. Mikið að námsmenn sem vegna vel í hefðbundna skólakerfinu nýti tækifærin til að víkka sjóndeildarhringinn og átta sig betur á eigin styrkleikum og áhugasviði í gegnum nám í lýðháskólum. Það ákveðið tómarúm í íslensku menntakerfi hvað þetta varðar. Hér hafa ekki verið starfræktir lýðháskólar að staðaldri, þrátt fyrir að umræðan lýðháskóla hafi hafist fyrir meira en 100 árum. Samt rétt að halda því til haga að starfsemi héraðsskólanna byggði að einhverju leyti á hugmyndafræðinni lýðháskóla og á meðan þeir störfuðu náðist ýmsu sambærileg reynsla og þroski innan veggja þeirra. Eftir að þeir liðu undir lok ákveðið tómarúm í náms- og þroskatækifærum ungs fólks á Íslandi sem lýðháskólar gætu fyllt upp í. Eins og kunnugt samþykkti Alþingi á árinu 2016 að fela mennta- og menningarmálaráðuneytinu að vinna frumvarp til almennrar löggjafar lýðháskóla á Íslandi og vil ég brýna ráðuneytið og ráðherra til að hraða þeirri vinnu. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Þann 9. apríl síðastliðinn spurði hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson, hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra, í óundirbúinni fyrirspurn töku hálfs lífeyris frá Tryggingamiðstöð ríkisins. Ráðherra svaraði þeirri fyrirspurn meðal annars með orðunum, með leyfi forseta: Ég vil segja hér að á leiðinni mál. Ef það ekki komið til þingsins þá það á leiðinni til þess að gera breytingar á þessu og koma í veg fyrir þá glufu sem þarna myndast og hv. þingmaður kom inn á. Mér fannst þetta áhugaverð fullyrðing og satt best að segja, miðað við framgang ríkisstjórnarmála á þeim tíma, trúði ég ekki ráðherra að ráðherra var að segja satt. Þess vegna sendi ég fyrirspurn hvenær vinna við þetta mál hafði hafist í ráðuneytinu. Í gær barst mér svar, með leyfi forseta. Ráðuneytið átti fund með fulltrúum Landssamtökum eldri borgara, Samtökum aðila á vinnumarkaði og Landssamtökum lífeyrissjóða 9. apríl síðastliðinn, þar sem málið var ítarlega rætt og miðast upphaf málsins við þá dagsetningu. Fundurinn með hagsmunaaðilum var klukkan 2 síðdegis þann 9. apríl. Fyrirspurn hv. þingmanns Guðmundar Inga Kristinssonar var 1,5 klukkutíma seinna. Á þeim 1,5 klukkutíma var málið komið í að vera á leiðinni ef ekki komið til þingsins, samkvæmt ráðherra. Þetta augljóslega ekki satt og þetta líka svo tilgangslaus ósannindi. Ráðherra stærir sig af því að vera búinn að leysa vandamálið sem hv. þingmaður bendir á, þrátt fyrir að vita upp á hár að upplýsingarnar sem hann færir þinginu úr þessum ræðustól ekki réttar. Það hefði verið svo lítið mál að segja að fyrr daginn væri byrjað að vinna að þessu með hagsmunaaðilum að breytingu á nákvæmlega þessu máli. Ég verð því að spyrja, fyrst að það svona auðvelt að ljúga svona tilgangslaust atriði, hvar liggur lína heiðarleikans í öðrum málum hjá ráðherra? Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti. Í dag gáfu samtökin Fréttamenn án landamæra út skýrslu vísitölu fjölmiðlafrelsis fyrir árið 2018. Og niðurstöðurnar eru dapurlegar fyrir fjölmiðlafrelsi í heiminum, enda eru árásir gegn fjölmiðlafólki bæði líkamlegar og í formi kúgunar af hálfu stjórnvalda, bæði viðvarandi og alvarlegar. En staðan líka dapurleg fyrir okkur því að Ísland færist niður 3 sæti. Þeir úr sæti 10 frá árinu 2016 í sæti 13 og situr þar neðst Norðurlanda. Þetta áhyggjuefni fyrir okkur vegna þess að fjölmiðlar gegna lykilhlutverki í upplýsingagjöf til almennings og í því að veita okkur aðhald. Í janúar síðastliðinn afhenti
nefnd rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla, hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra tillögur til að bæta rekstrarskilyrði þeirra. Þar kom meðal annars fram að stjórnvöld á hinum Norðurlöndunum telji það skyldu sína á grundvelli tjáningarfrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar að stuðla að tjáningarfrelsi og frelsi með beinum og óbeinum stuðningi við frjálsa fjölmiðlun. Sömu sögu er því miður ekki að segja hér, því þótt fjölmiðlamarkaðurinn hafi gengið í gegnum miklar breytingar á undanförnum árum, þá eru þær leiðir sem enn er farið til að styðja við fjölmiðla sambærilegar við þær leiðir sem farið var fyrir áratugum síðan. Rekstrargrundvöllur fjölmiðla hefur nefnilega breyst mikið og frjálsri og lýðræðislegri fjölmiðlaumfjöllun stafar hætta af þeim tekjumissi sem fjölmiðlar hafa þurft að þola. Á meðan við stöndum frammi fyrir brýnni þörf á umbótum á rekstrarumhverfi fjölmiðla, á meðan við föllum niður listann yfir frelsi fjölmiðla, þá hefur hæstv. Menntamálaráðherra ekki brugðist við. Boðuð lækkun á virðisaukaskatti á áskriftafjölmiðla er ekki svarið, er ekki leiðin til að sýna lýðræðislegu hlutverki fjölmiðla stuðning. Ég kalla eftir alvöru aðgerðum og ég kalla eftir alvöru stuðningi við fjölmiðla á Íslandi. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, á hvaða vegferð er samfélag okkar eiginlega er spurning sem þjóð og þing eiga að vera að spyrja sig þessa dagana. Förum yfir 7 staðreyndir. Númer 1. Einungis 26 bankamenn sem að stærstum hluta vinna hjá ríkisbanka fá 1 milljarð króna í laun, sem er 1/10 af því sem þessi ríkisstjórn tímir að setja í allar barnabætur landsmanna. Númer 2. Forstjórar hefðbundinna íslenskra kauphallafyrirtækja eru með 1 til 2 milljónir í laun á viku. Á viku, herra forseti. Númer 3. Forstjórar, þar með talið forstjórar ríkisfyrirtækja, hafa verið að fá mánaðarlega hækkun launa sinna sem nemur heilum mánaðarlaunum ljósmóðurinnar. Númer 4. Kjararáðshópurinn, þar á meðal þingmenn, hækkaði 20% í launum milli ára. Númer 5. Útgerðarmaður gengur út í síðustu viku með 22.000 milljónir króna í vasanum vegna nýtingar á sameiginlegri auðlind þjóðarinnar. Númer 6. 1% landsmanna á meiri hreinar eignir en 80% Íslendinga á. Númer 7. Topp 10% landsmanna tók til sín tæpan helming allra hreinna eigna sem urðu til árið 2016. Auðvitað á fólk að uppskera eins og það sáir, en ekki gera ljósmæður það og ekki gera kennarar, lögreglumenn og eldri borgarar það heldur. Því til viðbótar eiga þessar stjarnfræðilegar upphæðir ekkert sameiginlegt við það markmið að gera vel við hæft starfsfólk sem hefur mikla ábyrgð. Herra forseti, við erum ein þjóð í þessu landi, en hér er að myndast sjálftöku stétt ofurlaunamanna sem með taumleysir græðgi sinni og dómgreitabresti virðast ekki eingöngu vera að segja sig úr samfélaginu, heldur setja allt samfélagið í uppnám vegna komandi kjaraviðræðna. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Fjölnir Sæmundsson. Herra forseti, á haustmánuðum árið 2016 samþykkti Alþingi að heimila ríkisstjórninni að fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna um fatlað fólk. Í sama tilefni ályktaði Alþingi að valkvæður viðauki við samninginn skyldi fullgiltur fyrir árslok árið 2017. Fullgildingin þessi viðauka hefur ekki enn orðið, nú í apríl 2018. Valkvæði viðaukinn mælir fyrir kæruleiðir fyrir einstaklinga og hópa sem telja íslensk stjórnvöld hafi ekki veitt þeim þann rétt sem þeim ber samkvæmt samningnum. Kæruleiðin er möguleg eftir að fólk hefur nýtt sér þau úrræði sem þau hafa samkvæmt íslensku lögum til þess að ná fram því sem það telur sig að rétt á samkvæmt samningnum. Með fullgildingu valkvæða viðaukans verður virkara aðhald með ríkjum að framfylgja samningnum, réttaröryggi fatlaðs fólks verður meira og mannréttindi þess betur varin. Auðvitað væri bestu bragur á því að Alþingi myndi einfaldlega lögfesta samninginn fatlað fólk, líkt og gert var með samninginn réttindi barna árið 2013. Með lögfestingu væru mannréttindi fatlaðs fólks best tryggð.
Það fengi aukna vernd og réttaröryggi þess myndi aukast til muna. Lögfesting samningsins myndi senda þau skilaboð til almennings, til stjórnsýslunnar og allra þeirra aðila sem fjalla málefni fatlaðs fólks, myndi senda þau skilaboð virðingu sem ætlað sé til að fötluðu fólki sé sýnd í réttarríki. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstvirtur forseti. EES-samningurinn sem ritaður undir 1. janúar 1994 í 24 ára á þessu ári hefur haft mjög mikilvæg og jákvæð áhrif á íslenskt atvinnulíf. En kallað hefur verið eftir endurskoðun frá vissum aðilum og ábyrgð alþingismanna mikil, en eru alþingismenn alltaf nógu vel upplýstir þegar greiða atkvæði þessi mál. Í þinginu liggur fyrir frumvarp setningu lagaráðs frá hæstv. þingmanni Önnu Kolbrúnu Árnadóttur sem hugsaði til að tryggja rétta lagasetningu sem gagnast þjóðinni. Þetta frumvarp hefur nokkru sinnum verið flutt áður en ekki fengið framgang hingað til. Mér kom þetta í hug þegar ég hef fengið tölvupóst og símhringingar frá atvinnubílstjórum sem eru nú hafa þurft að fara á námskeið eða hafa verið á námskeiðum sem hafa verið 5 helgar í röð. Hvert námskeið kostar 20.000 krónur og þetta var gert að lögum fyrir einhverjum árum síðan, innleitt frá EES. Og í þeirri innleiðingu var tekið fram að þetta ætti ekki við eyland, en þetta varð engu að síður að lögum og í trássi við greinina, og þeir vilja meina það að þetta sé í raun og veru ekkert gagn að þessu því að þetta eigi ekki við íslenskar aðstæður. Mér kemur líka í hug vegaframkvæmdir og afhendingaröryggi raforku. Þá ég ekki að hugsa EES heldur kærur og kæruferli. Það er ekki gott að hugsa til þess eins og til dæmis með veginn Texco sem ekki hefur verið ennþá komist á koppinn. Það eru 12 ár síðan að þetta var tilbúið til framkvæmda. Og það hefur ekkert skeð af því að kannski má segja að Alþingi hefur ekki staðið sig í stykkinu. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti. Sumum finnst rosalega ósanngjarnt að borga tekjuskatt, að maður vinni sér inn eitthvað og að sér tekinn skattur. Það er sjónarmið sem ég skil. Ég er ósammála en ég skil það. Það er eins og til fólk í þessu landi sem vinnur sér inn og þarf að borga með því. Þetta eru öryrkjar sem verða fyrir svokallaðri krónu á móti krónuskerðingu þegar svo vill til að skerðingin, að tekjurnar valda skerðingum á 2 stöðum, annars vegar 100% skerðingu og síðan skerðingu á öðrum stofni líka. Það held ég að allir hljóta geta verið sammála að sé óréttlátt. Og Píratar hafa lagt fram frumvarp að frumkvæði meðlims þess ágæta flokks að draga verulega úr þessari skerðingu og fyrir liggur einnig einhvers konar kostnaðarmat sem reyndar byggt á tölum sem mætti uppfæra, en við erum að tala tölur í kringum 10–11 milljarða, eitthvað kringum það. Flokkur fólksins, ágætur flokkur, og reyndar einnig Píratar á öðrum vettvangi hafa með breytingartillögu á sínum tíma lögð einnig til að ellilífeyrir almannatrygginga myndi ekki skerðast neitt við það að aldraðir á almannatryggingum myndu vinna sér inn með atvinnutekjum. Kostnaðurinn þar, aftur eru tölunar svolítið að reiki eftir því hvenær maður mælir þær, og sömuleiðis þarf að taka tillit til breytinga sem voru hér gerðar nýlega, að þá erum við að tala sirka milljarð, 1,5 kannski, eitthvað svoleiðis. Það er skalinn sem við erum að tala Núna liggur fyrir í fjármálaáætlun að það að lækka neðra þrep tekjuskattsins 1%. Það eru 14 milljarðar. Og mig langar til þess að spyrja hér forgangsröðun. Hér verulegt óréttlæti að ræða. Við getum borið það saman við mjög smáverulegt óréttlæti að mínu mati sem tekjuskattur, og hætt að segja okkur að það sé eitthvað ómögulegt fyrir okkur að laga það óréttlæti sem fyrirst í almannatryggingakerfinu. Þvílíkan frumskóg af óréttlæti hef ég ekki séð í lagabókstaf meðan ég man, og ef það væri vilji hér á Alþingi til þess að laga þetta þá gætum við það léttilega miðað við núverandi fjárlagaáætlun. Til
máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Herra forseti. Í fjármálaáætlun er verið að stórauka útgjöld til heilbrigðismála og er það vel. En það má ekki vera markmið í sjálfu sér að bæta eingöngu fjármagni í kerfið. Kerfið verður að gera gagn. Gera gagn fyrir alla sem þurfa aðstoð, óháð efnahag, á sem skilvirkastan hátt. Enn eru samt sjúklingar sem fara erlendis til að fá bót meina sinna þótt sömu aðgerðir séu í boði hér á landi á hagkvæmari hátt. Af sama meiði heyrum við af einstaklings- og einkaframtökum í til að mynda geðheilbrigðis- og heimahjúkrunaraðstoð sem virðast ekki fá náð fyrir augum kerfisins. Kerfis sem er kannski of oft með fyrirfram ákveðna sýn. Einkaframtakið virðist því miður oft mæta tregðu og jafnvel einhvers konar ótta í garð einkarekstrar, sem þó hefur verið nauðsynlegur þáttur í heilbrigðiskerfinu okkar í áratugi, en hefur í opinberu umræðu meðal annars liðið fyrir að vera ruglaði einkavæðingu. Forseti, það eru forréttindi að búa í landi þar sem ríkir þverpólitísk samstaða að vilja veita framúrskarandi heilbrigðisþjónustu fyrir alla óháð efnahag. Það eru mikil tækifæri í því. Nýlega kom Ríkisendurskoðun með það ábendingu að það vanti heildstæða heilbrigðisstefnu og hefur ráðuneyti heilbrigðismála boðað að slík stefna verði gerð. Það er óskandi að í þeirri vinnu verði hvers kyns pólitískar kreddur látnar eiga sig og það eitt haft að leiðarljósi að kerfið, sama hvernig það er samsett, geri gagn. Síðustu tekur til máls og ræðir störf þingsins hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, mig langar að gera þér kannski að umræðu nokkuð sem tengist á störfum þingsins, sem er sú tímaþröng sem þingið er raun og veru að lenda í með þann mikla aragrúa mála sem er að koma núna inn á færibandi frá ríkisstjórninni og verið er að afgreiða á miklum hraða í gegnum þingið, bæði þá umræður hér í þingsal og nefndir. En þar er eitt risavaxið mál sem er sagt væntanlegt en ekki hefur komið fram mér að vitandi ennþá, sem er ný löggjöf varðar persónuvernd og innleiðing á Evróputilskipun þar að lútandi. Það er alveg ljóst að áhrifin á bæði einstaklinga og atvinnulíf eru veruleg og það er lágmarks kurteisi gagnvart þinginu að gefa þinginu tilhlýðilegan tíma til þess að ræða þetta mikilvæga mál og fara vandlega yfir alla angaðir og veita líka tilhlýðilegan tíma til umsagna jafn umfangsmikið mál. Við höfum ákaflega lítið heyrt af því hér inn í þingsalnum, annað heldur en að í sífellu er boðað að þetta eigi að taka gildi 25. maí. Ég sé ekki alveg hvernig það geta gengið upp og ég eiginlega bara auglýsi eftir þessu ágæta frumvarpi frá dómsmálaráðherra. Ég held að þinginu mun ekki veita af þeim tíma sem við höfum fyrir höndum núna fram að áætluðum þinglokum til þess að fara yfir jafn umfangsmikið, áhrifamikið mál eins og hér er að ræða. Það er alveg gefur augalega að þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir atvinnulífið, til dæmis sem starfar á sameinuðum innri markaði Evrópu, að þessi löggjöf verði innleidd hér tímanlega og vel, en við þurfum að hafa tíma til að vanda til verka. Og það er algjörlega óbáðulegt í raun að málið sé að koma jafn seint fram og raun ber vitni þegar svona risavaxið mál er að ræða sem þingið verður einfaldlega að fá góðan tíma til þess að fara yfir. Umræðum störf þingsins er lokið. Tekið fyrir annað dagskrármálið, sérstök umræða, framtíð og fyrirkomulag utanspítalaþjónustu og sjúkraflutninga. Málshefjandi er hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason. Hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir verður til svara. Hefst nú umræðan og til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti. Þörfin fyrir utanspítalaþjónustu og þörfin fyrir sérhæfða heilbrigðisþjónustu á vettvangi fer vaxandi. Því vil ég byrja á að þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir að taka vel í og samþykkja þessa sérstöku umræðu utanspítalaþjónustu og sjúkraflutninga.
Mikilvægi, hlutverk og áskoranir í utanspítalaþjónustu hefur aukist jafnt og þétt síðustu ár. Íbúum að fjölga allt land og mun fleiri ferðamenn sækja landið heim. Fólk því mun dreifðara okkar víðfeðma land að stunda fjölbreytta iðju atvinnu sinni eða afþreyingu. Að sjálfsögðu fjölgar þetta þeim atvikum sem eitthvað óvænt eins og slys og veikindi koma upp fjarri sjúkrahúsum. Já, sjúkrahúsin og heilsugæslurnar hafa ekki jafn fjölbreytta starfsemi eins og áður var. Og með vaxandi sérhæfingu í bráðameðferð verður getandi þess að takast á við slys og bráðveikindi víðs vegar landið minni. Þessi þróun á sér ekki bara stað á Íslandi. Löndin allt í kringum okkur þekkja þessar áskoranir að sinna heilbrigðisþjónustu í dreifðari byggðum. Því hefur átt sér stað mikil og hröð þróun við veitingu sérhæfðra heilbrigðisþjónustu strax á vettvangi, sem fyrsta snerting sjúklinga við heilbrigðiskerfið. Hvernig og hversu fljótt sú þjónusta veitt getur skipt sköpum fyrir lífslíkur og framtíðarlífsgæði þeirra veiku og slösuðu. Þá skiptir líka máli hversu fljótt viðkomandi kemst svo inn á sjúkrahús til frekari meðferðar. Ég verð að segja eins og þá finnst mér þessi málaflokkur hafa fengið almennt litla athygli hjá stjórnvöldum og má segja að hann hafi jafnvel gleymst á köflum. Það ekki í boði lengur. Kannski ástæðan sú að okkar öfluga fólk sem sinnir þessum störfum mætir alltaf boðið og búið á vettvang þegar hringt í 112 með sína hugsjón að vopni. Þess vegna finnst öllum þetta kerfi virka. Eins og staðan í dag þá höfum við yfirlækni utanspítalaþjónustu einungis í 50% stöðugildi. Fagra sjúkraflutninga hefur ekki burði til að sinna því hlutverki sem því ætlað, án fjárheimilda og þar engin rekstraraðili úr dreifðum byggðum sæti. Sjúkraflutningaskólinn eitt stöðugildi og svo til fullt af skýrslum en engin stefna. Það vantar öfluga heildstæða umgjörð. Virðulegi forseti, það hægt að gera svo miklu betur í þessum málaflokki hér á landi og það sem við ætlum að gera. Við verðum að setja utanspítalaþjónustuna á sama stall og aðra sérhæfða heilbrigðisþjónustu með gerð stefnumörkunar. Í þeirri stefnumörkun þarf að taka á skipulagi og utanumhaldi þessara þjónustu, gæðamálum varðar skráningar og menntun og þjálfun og öryggi starfsmanna, nýtingu nýjustu tækni og búnaðar. Við þá stefnumörkun höfum við fyrirmyndir í löndunum allt í kringum okkur sem rétt að nýta. Einnig þarf að tryggja fjölbreytta rödd þeirra sem sinna þessari þjónustu í dag. Hér ætti að halda sérstaklega ræðu hvert og eitt þessara atriða. En ég vil sérstaklega nefna tvennt sem gæti fleytt okkur langt áfram í átt að því að bæta þjónustuna og tryggja öllum landsmönnum bestu mögulega heilbrigðisþjónustu óháð búsetu. Annars vegar það að setja á fót stofnun eða miðstöð til þess að halda utan málaflokkinn og vinna að gæðamálum og samræmingu þjónustunnar allt land. Miðstöð utanspítalaþjónustu. Hitt ekki minna mikilvægt, en það að taka upp notkun á sérhæfðri sjúkraþyrlu sem mönnuð með sérhæfðum lækni og bráðatækni auk flugmanna. Öll þau lönd sem við viljum bera okkur saman við nýta sjúkraþyrlur til að koma sérhæfðri heilbrigðisþjónustu fljótt og örugglega á vettvang til að tryggja að sérhæfð meðferð hefjist sem fyrst. Stuttur viðbragðstími og sérhæfð meðferð á vettvangi skipta sköpum í alvarlegum slysum og þeim veikindum þar sem bráð truflun verður á starfsemi öndunarfæra, hjarta- og blóðrásar eða heila eins og við kransæðastíflu og heilablóðfall. Sjúkraþyrla með sérhæfðri ávöfn myndi verða mikil styrking við það viðbragð sem við höfum í dag. Þá myndi líka fækka þeim tilfellum sem viðbragðið færi úr héraði meðan flytja þyrfti í sjúklinga á sjúkrahús. Þyrla mun ekki koma í staðinn fyrir neinn sjúkrabíl, heldur styrkja þá starfsemi og draga úr álagi og tryggja betra viðbragð. Ég vil því spyrja hæstv. Heilbrigðisráðherra: sérstefnumörkun utanspítalaþjónustu í sjúkraflutninga væntanleg? Einhverjar breytingar fyrirhugaðar á skipulagi utanumhaldi málaflokksins eins og breyting á samsetningu fagra sjúkraflutninga, auki við stöðugildi yfirlæknis utanspítalaþjónustu eða stofnun sérstakrar miðstöðvar utanspítalaþjónustuna? Verið að vinna eftir þeim skýrslum og úttektum sem gerðar hafa verið undanfarin ár á vettvangi utanspítalaþjónustu skipulag málaflokksins, menntun starfsfólks og notkun sérhæfðrar sjúkraþyrlu? Fyrirhugað að taka upp tímabundið pröfuverkefni að starfrækja sérhæfða sjúkraþyrlu sem liði í að tryggja landsmönnum aðgengi að bestu fáanlega heilbrigðisþjónustu óháð búsetu?
Hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir tekur til máls. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Vilhjálmi Árnasyni fyrir að hefja þessa umræðu hér og vekja máls á þeim mikilvæga þætti heilbrigðisþjónustunnar sem utanspítalaþjónustan sannarlega er. Eins og fram kom hjá málshefjanda hefur þörfin fyrir utanspítalaþjónustu, það er sjúkraflutninga, aukist jafnt og þétt á síðustu árum. Á undanförnum misserum hefur sérhæfð heilbrigðisþjónusta færst í ríkari mæli en áður til Landspítalans, Sjúkrahússins á Akureyri og til einkarekinna læknastofa. Íbúar landsbyggðarinnar hafa því oft þurft að leita sér þjónustu fjarri heimabyggð með þeim kostnaði og oft óþægindum sem það getur valdið. Í október síðastliðnum skipaði forveri minn í embætti heilbrigðisráðherra starfshóp forstjóra heilbrigðisstofnananna 6, sjúkrahúsanna 2 og heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins sérfræðilæknaþjónustu á heilbrigðisstofnunum. Hlutverk hópsins var að greina hvaða sérfræðilæknaþjónustu er þegar veitt innan heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni, á hvaða formi slík þjónusta er veitt og hvernig samstarfi stofnananna er háttað. Þá var hópnum falið að greina hvaða þjónustu væri æskilegt að veita á heilbrigðisstofnunum landsins og hvernig væri best að tryggja aðgengi sjúklinga að þeirri þjónustu. Á vinnustofu forstjóra og framkvæmdastjóra stofnananna fyrir skömmu var rætt hvaða sérgreinaþjónustu ætti að veita á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni og hvert hlutverk Landspítala og Sjúkrahúss á Akureyri ætti að vera í veitingu þeirrar þjónustu. Ég nefni þetta hér því með þessari vinnu er hugmyndin að færa hluta sérhæfðrar heilbrigðisþjónustu til íbúanna fremur en þeir fari til þjónustunnar. Með meiri heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni minnkar þörfin fyrir sjúkraflutninga. Ég vil í þessu sambandi einnig nefna þá áherslu mína að nýta betur en gert hefur verið þau sjúkrarými sem til staðar eru á heilbrigðisstofnunum landið með því að íbúar klári sína legu í heimabyggð eftir aðgerð á Landspítala eða Sjúkrahúsinu á Akureyri. Með því móti er unnt að styrkja heilbrigðisstofnanir svo ekki sé talað ávinningi fyrir íbúana sem komast á fyrr heim en ella. Árangur þessa er þegar sýnilegur í þeirri aukningu sem sjá má í sjúkraflugi frá Landspítalanum. Fjöldi sjúklinga sem fluttur hefur verið með sjúkraflugi frá Landspítalanum á sjúkrasvið heilbrigðisstofnana út um land hefur nær tvöfaldast frá árinu 2014. Virðulegi forseti, hv. málshefjandi nefnir einnig aukið álag á utanspítalaþjónustuna samfara fjölgun ferðamanna hér á landi. Samkvæmt upplýsingum frá Neyðarlínunni voru 4% sjúkraflutninga á árinu 2017 vegna erlendra ríkisborgara, auk þess sem óljóst var með ríkisfang 5% til viðbótar, þar sem þeir höfðu ekki fullnægjandi 10 stafa kennitölu. Því er ljóst að umtalsverður hluti sjúkraflutninga kemur til vegna ferðamanna. Á Suðurlandi fjölgaði útköllunum vegna sjúkraflutninga 4,8% á milli áranna 2016 og 2017. Hlutfall erlendra ríkisborgara í sjúkraflutningum var 10,7% á árinu 2017 og eknir kílómetrar í sjúkraflutningum á Suðurlandi einu voru 600.000 á árinu 2017. Utanspítalaþjónustan er því vaxandi þáttur nú þegar í heilbrigðisþjónustu hér á landi. Virðulegur forseti, hv. málshefjandi spurði sérstaklega nokkra þætti sem tengjast utanspítalaþjónustu. Í fyrsta lagi var spurt hvort stefnumörkun þessa þjónustu væri væntanleg og því til að svara að undanfarnar vikur hefur starfshópur skoðað mögulegan ávinning, faglegan og fjárhagslegan af aukinni aðkomu Landhelgisgæslu Íslands að sjúkraflugi hér á landi. Hópurinn hefur einnig metið aðra mögulega kosti varðandi sjúkraflug með þyrlum, meðal annars með hliðsjón af tillögum þeim sem lagðar voru fram í skýrslu fagráðs sjúkraflutninga frá júní 2017. Ég vænti þess að fá skýrslu og tillögur starfshópsins mjög fljótlega. Ég hef þegar lýst því yfir að í kjölfarið mun ég setja af stað heildarendurskoðun á skipulagi sjúkraflutninga hér á landi. Hv. þingmaður spyr í öðru lagi hvort einhverjar breytingar séu fyrirhugaðar á skipulagi og utanumhaldi málaflokksins og nefndi þar breytingu á samsetningu fagráðs sjúkraflutninga og aukningu á stöðugildi yfirlæknis utanspítalaþjónustu. Þeir þættir sem þingmaðurinn nefnir verða hluti þeirrar heildarendurskoðunar sem ég nefndi hér áðan. Ég vil þó sérstaklega taka fram að fulltrúar Slysavarnafélagsins Landsbjargar hafa komið á minn fund og lýst áhuga sínum á að koma með virkara hætti að skipulagningu sjúkraflutninga. Björgunarsveitarmenn gegna mikilvægu hlutverki utanspítalaþjónustu hér á landi. Þeir eru oft fyrstir á vettvang, slysa eða annarra útkalla, hvort sem er í hlutverki vettvangsliða eða vegna útkalla á hálendinu. Ég mun meðal annars leggja áherslu á að virkja aðkomu Landsbjargar í þeirri endurskoðun sem framundan er. Þingmaðurinn spyr í þriðja lagi hvort unnið sé eftir þeim skýrslum og úttektum sem gerðar hafa verið undanfarin ár á vettvangi utanspítalaþjónustu skipulag málaflokksins, menntun starfsfólks og notkun sérhæfðrar sjúkraþyrlu. Í janúar 2008 skilaði nefnd sjúkraflutninga á Íslandi tillögum til þáverandi heilbrigðisráðherra. Þær tillögur voru síðan endurmetnar á árinu 2012. Unnið hefur verið eftir þeim tillögum sem hóparnir lögðu fram, þó með tilliti til þeirra breytinga sem hafa orðið á undanförnum árum með sameiningu heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni. Sjúkraflutningaskólinn hefur verið rekinn sem eining innan Sjúkrahússins á Akureyri síðan árið 2002. Hlutverk og markmið skólans er að skipuleggja, stjórna og sjá að mennta sjúkraflutningamenn í grunnnámi, framhaldsnámi og símenntun. Undanfarin ár hefur verið unnið að heildarendurskoðun á námi sjúkraflutningamanna í góðu samráði við fagráð sjúkraflutninga.
Umfang skólans hefur vaxið mikið á síðustu misserum í takt við aukna þörf fyrir sjúkraflutninga og sem dæmi má nefna að heildarfjöldinn þáttaka í námskeiðum sjúkraflutninga skólans fór úr 282 á árinu 2016 í 725 þátttakendur á árinu 2017. Síðasta spurning málshefjanda lýtur að því hvort fyrirhugað sé að taka upp tímabundið pröfuverkefni að starfrækja sérhæfða sjúkraþyrlu sem lið í að tryggja landsmönnum aðgengi að bestu fáanlegu heilbrigðisþjónustu óháð búsetu. Eins og ég nefndi hér fyrr í svari mínu mun ég á næstunni fá tillögu frá starfshópi sem meðal annars hefur verið að skoða mögulegan ávinning af rekstri sérhæfðrar sjúkraþyrlu. Í umræðum notkun slíkrar þyrlu hér á landi hefur einna helst verið horft til þess að stytta útkallstíma, að tryggja að veikur eða slasaður einstaklingur komist sem fyrst á sérhæft sjúkrahús eða að sérmenntað starfsfólk komist sem fyrst til hins slasaða eða sjúka. Okkur öllum ljóst að viðbragðstími getur skipt sköpum varðandi afdrif einstaklinga sem hafa fengið heilaskaða, hjartaáfall eða slasast alvarlega. Virðulegi forseti, ég hef lagt áherslu á að jafna eins og kostur aðgang allra landsmanna að sérhæfðri heilbrigðisþjónustu óháð búsetu. Þar skiptir utanspítalaþjónustu miklu máli. Í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar 2009–2023 sett fram það markmið að í 90% tilvika verði bráðaútköllum að flokki F1 og F2 í dreifbýli sinnt innan 20 mínútna frá útkalli. Þessum markmiði vil ég ná með góðri samvinnu við alla þá aðila sem að sjúkraflutningum koma hér á landi. Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, tekur nú til máls. Herra forseti, ég vil byrja á að þakka hv. málshefjanda Vilhjálmi Árnasyni fyrir að setja þetta mikilvæga mál á dagskrá. Við verðum að geta treyst því að utanspítalaþjónusta sé öflug og örugg. Þannig verðum við að tryggja að bæði menntun þeirra sem að starfa innan hennar og þjálfun sé eins góð og mögulegt og að sama skapi tryggja að fullnægjandi aðstoð berist á sem stystum tíma alvarleg veikindi eða slys ber á höndum. Eitt af því mikilvægasta í því samhengi þörfin fyrir að koma á rafrænni skráningu í sjúklingameðferð þannig að hægt sé að koma á miðlægri einingu eins og hv. málshefjandi kom inn á áðan og tryggja þannig læknisfræðilega umsjón utanspítalaþjónustu enda gæti þannig sjúkraflutningafólk hvar sem á landinu haft samband í tengslum við verkefni og fengi ráðgjöf við meðferð eða leiðbeiningar framhaldsmeðferð og jafnvel tekið ákvörðun að kalla út sjúkraflug eða þyrlu mun fyrr en tíðkast í dag. En herra forseti, þessu tengt, undanfarin ár hefur Slökkvilið Akureyrar þjónusta sjúkrahúsið á Akureyri með svokölluðum millistofnanaflutningi samkvæmt samningi Akureyrarbæjar og Sjúkratrygginga Íslands sjúkraflutninga. Nú svo komið að samningur milli Sjúkratrygginga Íslands og Akureyrarkaupstaðar runnin út og mun Slökkvilið Akureyrar hætta að veita þessa þjónustu frá og með 1. maí næstkomandi ef ekki nást samningar greiðslur. Að því kemur í bréfi Eiríks Björns Björgvinssonar bæjarstjóra á Akureyri til framkvæmdastjóra sjúkrahússins á Akureyri dagsett 22. febrúar síðastliðinn vill Slökkvilið Akureyri gjarnan veita þessa þjónustu áfram. Þessi millistofnanaflutningar ekki síður mikilvægir en bráðaflutningar en þeir koma sjúklingum suður á Landspítala í sérhæfðari meðferð en létta einnig á Landspítala með flutningi sjúklinga norður. Mig langar að nýta þetta tækifæri þar sem við erum að ræða sjúkraflutninga hér og spyrja hæstv. Heilbrigðisráðherra stöðu þessa máls og hvort ekki eigi að leysa þetta mál og ganga frá samningum eða hvernig hæstv. Ráðherra sér fyrir sér að málið verði leyst á annan hátt. Hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson, tekur nú til máls. Virðulegi forseti. Mig langar til að þakka málshefjanda á að vekja athygli á þessu gríðarlega mikilvæga máli. En hlutverk og áskoranir í utanspítalaþjónustu og sjúkraflutningum eitthvað sem hefur ekki notið nægilegrar athygli þar sem að heilbrigðisþjónusta hefur verið færð og dregin saman úr dreifðari byggðum til höfuðborgarsvæðisins. Ég hef sjálfur starfað sem sjúkraflugmaður og þekki vel af eigin reynslu þá brýnu þörf sem á þeirri þjónustu sem þar veitt. Virðulegi forseti, útköllum í sjúkraflugi hefur fjölgað gríðarlega á undanförnum árum. Og það svo á síðustu 10 árum hefur þeim útköllum fjölgað ca. 25% og standa á síðasta ári í 200 útköllum á ári og það sem af ári núna hjá Landhelgisgæslunni í yfir 80 útköllum. Það nauðsynlegt að byggja enn frekar upp sjúkraflugið á landsvísu vegna þess að hásættæknisjúkrahús landsmanna staðsett hér í Reykjavík. Og það nú einu sinni svo að helmingur þjóðarinnar, eða ríflega það, býr út á hinu svokallaða landi. Og það þarf að hafa aðgengi að þessari þjónustu. Við erum einfaldlega það fámenn að við getum ekki rekið fleiri en eitt hátæknisjúkrahús.
Sjúkraflug er tvíþætt. Það er annars vegar því sinnt á hraðfleygum flugvélum sem eru búnar jafnfrystibúnaði en hins vegar á þyrlum. Eiginleikar þessara tækja eru mjög ólíkir og kannski langt mál að fara í það hér. Það er mín skoðun að sjúkraflugið skuli vera á forræði Landhelgisgæslu ríkisins. Þar er reynslan, þekkingin, þjálfunin, utanumhald og innviðir ásamt því að þar væri hægt að tryggja rekstur slíkrar þjónustu. Það yrði mikil bót á sérhæfðri sjúkraþyrlu eins og hér er nefnt, en það verður að hafa í huga að þar þarf utanumhaldið, reksturinn, þjálfunin og utanumhaldið að vera á hæfi aðila, á höndum aðila sem er til þess bær. Og í samhengi við það skulum við huga að staðsetningu hátæknisjúkrahússins sem nú er verið að festa hér á umferðareyjunni í Vatnsmýri. Þar þarf að vera hægt að hafa aðflug og koma sjúklingum bæði til og frá sjúkrahúsinu, en þar sem það er staðsett núna og þar sem áætlun ríkisstjórnarinnar er að hafa það til allra framtíðar er einfaldlega svo að það verður ekki hægt á þyrlum. Willum Þór Þórsson, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, tekur til máls. Hæstv. forseti. Ég þakka málshefjanda, hv. þingmanni Vilhjálmi Árnasyni, þessa umræðu og eins vil ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin hér og það er rétt sem kom fram í máli hv. þingmanns að þjónustan hefur verið að gerast á undanförnum misserum, að þjónusta er veitt á færri stöðum í hinum dreifðu byggðum og slíka stefnubreytingu má rekja aftur í tímann og hefur verið að þróast og gerast í nokkrum áföngum með sameiningu heilbrigðisstofnana meðal annars og þróast í þá stöðu sem hv. þingmaður lýsir, að færri stofnanir vegna sameiningar leiða til aukinnar sérhæfingar og á færri stöðum en áður. Nú ef að prýðis ríkisfjármálaáætlun er rýnd þá kemur fram að umtalsvert mikið fjármagn fer á málefnasviðið í heild sinni. Ef skoðuð er breyting frá ríkisreikningi til áætlunar 2019 er aukningin og frá ríkisreikningi 2016 þá er aukningin til þessa sviðs 28,4%. Þannig að málefnasviðið er að taka til sín þó nokkuð mikla aukningu verður að teljast. Sjúkraflutningar hins vegar taka til sín 5,5% af heildarfjármagninu og það er væntanlega ekki sanngjarn samanburður þar sem veruleg heildaraukning er til málefnasviðsins og átaks í heilsugæslu meðal annars. Ég fagna því sem kom fram í máli hæstv. ráðherra að færa sérhæfða þjónustu til íbúanna og draga þannig úr álagi á flutninga. Ég held að það sé mjög vænleg leið og jafnframt að fara í heildarendurskoðun á skipulagi sjúkraflutninga sem auðvitað kemur jafnframt fram í ríkisfjármálaáætlun 2019 til 2023. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson, tekur til máls. Herra forseti. Ég byrja að þakka málshefjanda, hv. þingmanni Vilhjálmi Árnasyni, fyrir að vekja máls á þessu mikilvæga máli. Við Íslendingar búum í einu strjálbýlasta landi heims og af því líður annars vegar að það getur bæði verið erfitt og kostnaðarsamt að halda uppi sjúkraflutningaþjónustu í dreifðari byggðum. Hins vegar er það ljóst af akkúrat sömu ástæðu að ef við ætlum að vera hér með heilbrigðiskerfi sem á að standa undir nafni sem heilbrigðiskerfi allra landsmanna, þá þurfum við að hafa hér öflugt og gott sjúkraflutningakerfi. Það er kunnara en frá þurfi að segja hvað aðkoma fagfólks sem fyrst eftir að slys ber að höndum eða bráðaveikindi geta skipt sköpum. Stuttur viðbragðstími og sérhæfð viðbrögð eru lykilatriði. Hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason fór hér vel yfir áðan helstu atriði sem þarf að huga að og hæstv. ráðherra svaraði því til og fór vel yfir þau mál sem í vinnslu eru. Mig langar til viðbótar að forvitnustu fyrirætlanir varðandi endurmenntun og þjálfun sjúkraflutningafólks. Þar hafa orðið verulegar breytingar á ekki svo mörgum árum, þannig að sjúkraflutningafólk er ekki eingöngu ábyrgt fyrir flutningunum, heldur er orðið heilbrigðisstarfsfólk með þjálfun í fyrstu viðbrögðum við slysum og bráðum veikindum. Og kröfur til þessa aðila, hvað varðar færni og þekkingu í tengslum við fyrstu viðbrögð, hafa aukist verulega undanfarin ár, meðal annars með skipulagsbreytingum og síðan fjölgun ferðamanna eins og farið hefur verið vel yfir hér. Þannig ég spyr að mati hæstv. ráðherra þörf á enn frekari áherslum í átt til aukinnar menntunar eða þjálfunar
Og síðan er að það er almennt kvartað undan fáum tækifærum til endurmenntunar og síðan er vandamálið gjarnan það á smærri stöðum að fólk er að sinna þessu starfi í hlutastarfi og það gengur eiginlega ekki upp að krefja það að fara fjarri heimabyrði í langt stundum strangt nám og jafnvel bera af því kostnað. Þannig að ég spyr hvaða úrræði er að mati heilbrigðisráðherra tæk til að nálgast þessa áskorun og hvernig er hugað að þessum málum í áætluninni og stefnumótunum? Væri mögulega til dæmis hægt að nýta kosti fjarnáms hér eða annað slíkt? Þannig að það væri, mér þetta vænt að fá svör við þessari spurningu vegna þess að ég held að þetta eigi eftir að skipta sköpum jafnhliða aukinni fjárfestingu í úrræðum. Halldóra Mogensen, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, tekur til máls. Forseti, undanfarin misseri hefur verið umræða sem hefur farið fram heilbrigðisþjónustu og sjúkraflutninga og fagna ég því að svo umræða sé komin hér á þingið. Meðal annars hefur verið rætt þau áhrif sem mikill fjöldi ferðamanna kunna hafa á heilbrigðiskerfið. Það er víst að auki álag á heilbrigðiskerfi vegna fjölgunar íbúa og ferðamanna er staðreynd sem við þurfum að bregðast við. Það er því miður algengt að erlendir ferðamenn á ferðum landi slasist eða þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda og það er afar mikilvægt að við tryggjum eftir fremsta megni að við bregðumst rétt og örugglega við þessum aukna þunga eins og hann leggst á heilbrigðisþjónustuna. Ferðamannastraumurinn er mestur hér á sumrin en það er einmitt tíminn þegar margir starfsmenn í heilbrigðisþjónustu eru í fríi. Því er ljóst að hér er verkefni sem krefst þess að brugðið sé skjótt og rétt við. Í fjármálaáætlun ríkisstjórnar sem nú er til meðferðar hjá þinginu er nokkuð fjallað þessa þætti. Meðal annars er það tilgreint sem markmið í sjúkraflutningum að í 90% tilvika verði bráðaútköllum í dreifbýli sinnt innan 20 mínútna frá útkalli, sem er mjög verðugt markmið. Þá er það einnig sett sem markmið að jafna aðgang sjúklinga land allt að þjónustu sérfræðilækna. Aðgerðir sem grípa skal til þess að svara þessum vandamálum eru meðal annars endurskipulagning sjúkraflutninga og gerð heildstæðrar heilbrigðisstefnu. Þær aðgerðir eru klárlega hluti í að ná þessum markmiðum. Forseti, ég vil leggja áherslu á þá von mína að ný stefnumótun í heilbrigðismálum muni koma til með að koma öllum þeim sem á henni þurfa að halda til góða, íbúum og ferðamönnum, bæði í dreifbýli og þéttbýli, því öll eigum við rétt á góðri og skjótri heilbrigðisþjónustu. Tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka málshefjanda, hv. þingmanni Vilhjálmi Árnasyni fyrir að hefja máls á þessu brýna hagsmunamáli landsbyggðarinnar, myndi ég nú allra helst telja. Við þekkjum það sem hefur búið út á landi hvað þetta er mikilvægt að geta leitað til læknis hratt og örugglega og það komi hjálp skjótt og hún sé fagleg og fólki sé komið undir réttar hendur sem allra fyrst. Og ég fagna því auðvitað að það eigi að endurnýja og fjölga þyrlum Landhelgisgæslunnar og tel það auðvitað vera mjög mikilvægt. En varðandi sjúkraflutninga sjálfa, það er náttúrulega mjög mikið álag undanfarin ár á sjúkraflutningum á landinu eftir þessa gífurlegu aukningu ferðamanna og það sé mikilvægt að þessi stétt manna, sjúkraflutningamenn, að það sé samið við þá og það sé sú stétt sé í samvinnu við stjórnvöld. Nú síðast voru í Húnavatnssýslum áhöld uppi það að þeir myndu bara leggja niður störf. Þetta er náttúrulega ótakt og verður náttúrulega að koma þessu málaflokki í almennilegt horf og ég tek undir með hv. málshefjanda þegar hann kallar eftir heildstæðri umgjörð og stefnumörkun í þessu málaflokki. Ég tek undir með honum þar. Nú varðandi þetta með að Landsbjörg taki þátt í sjúkraflutningum, ég set nú svona spurningamerki við það hvort eigi að fara að spara eitthvað með því að láta þá hlaupa í skarðið eins og oft vill verða. Ég set nú stórt spurningamerki við það og kalla auðvitað eftir því að þetta verði faglega gert og það verði ekki slakað neitt á kröfum menntun eða þjálfun. Og svo vil ég að lokum benda á það að þetta þarf auðvitað að þétta net sjúkrabíla, bifreiða og hjálpar allt landið. Það er stundum mjög mikil bið eftir þessari þjónustu ef þú lendir í slysi, til dæmis á Skeiðarársandi, að þú getur beðið kannski 2 tíma eins og ég var vitni að hérna fyrir 2-3 árum. Njáll Trausti Friðbertsson, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, tekur til máls.
Herra forseti. Ég langar að byrja að þakka málshefjanda kærlega fyrir að taka upp þessa umræðu í dag. Þetta er gríðarlega mikilvægt mál. Ég hef í mörg ár hér á Alþingi og löngu áður en ég kom hér inn á þing kallað eftir því hver stefna íslenskra stjórnvalda fyrir utan spítalaþjónustu og sjúkraflutninga af hálfu ríkisins er. Ég hef aldrei fundið neitt hvernig menn ætla að standa að þessu. Og það er svo ótrúlegt þegar við erum að skipuleggja hér heilbrigðiskerfið á Íslandi að þetta skuli ekki vera á hreinu hvernig menn ætla að standa að þessum hlutum sem eru svo gríðarlega mikilvægir fyrir landsbyggðina vítt og breitt og ferðamannalandið Ísland. Það eru 85% af sjúkraflutningum í lofti í dag eru með sjúkraflugvélum, 15% með þyrlum Landhelgisgæslunnar. Þetta eru hlutföllin. Þetta er þjóðaröryggismál og þá vil ég benda á það. Það sem ég hef óttast mest í öryggismálum Íslendinga undanfarin mörg ár er þegar stóra rútuslysið verður. Stóra rútuslysið þar sem 50–70 manns geta slasast alvarlega á sama tímapunktinu og við erum með Landspítalann sem getur tekið við 25 alvarlega slösuðum og Sjúkrahúsið á Akureyri getur tekið við 5 slösuðum. Næsta vers, þetta er bestu skilyrði, 30 manns sem hægt að taka við okkur sérhæfðu sjúkrahúsum, þá eftir það að flytja fólk bara á landi. Þetta er nágrannalandana. Ég greinlega kemst ekki mjög langt á stuttum tíma yfir punktana mína, en ég vil bara benda á skýrslu sem Þorgeir Pálsson, fyrrverandi flugmálastjóri, skrifaði fyrir samgönguráðuneytið á síðasta ári öryggishlutverk Reykjavíkurflugvallar og það sem kemur fram var þetta öryggishlutverk vallarins í okkar heilbrigðisþjónustu. Og bara lokum aftur, og væri það ánægjulegt til ráðherra að heyra ykkur svörið, er til stefna sem snýr að utanspítalaþjónustu og sjúkraflutningum af hálfu ríkisins í landinu og stendur þá til að vinna slíka skýrslu ef ekki er leitt til. Fjölnir Sæmundsson, 23. þingmaður Suðvesturkjördæmis, tekur nú til máls. Herra forseti, ég vil upphafi fagna þessari umræðu þar sem ég tel öflug utanspítalaþjónusta sé mikilvægt skref til að tryggja öryggi okkar til víðast um land. Ég tel það líka mikilvægt sem kom fram í svari hæstv. Ráðherra að við verðum að efla menntun þeirra sem starfa við sjúkraflutninga, það er að segja fjölga menntuðum bráðaliðum. Það er best að sem flestir starfandi sjúkraflutningamenn séu lærðir bráðaliðar og þeir séu staðsettir sig víðast um landið. Því oft eru langan veg að fara á næstu sjúkrastofnun. Þó að þróunin hafi því miður verið sú á landinu að hefðbundin heilbrigðisþjónusta hafi farið minnkandi víða um land, þá megum við ekki gefast upp. Því fagna ég sérstaklega því sem fram kom í ræðu hæstv. Heilbrigðisráðherra að ráðuneytið vinna því að efla heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni með því að nýta þau sjúkrarými sem þar eru til staðar og láta fólk klára legu sína í heimabyggð. Ég held að það með því móti styrkjum við heilbrigðisstofnanir víða um land. Ég vil þó gjalda varhuga einu að horfa á sjúkraþyrlur sem eitthvað allsherjarlaust. Þær geta vafalaust bætt öryggi til muna og stytt viðbragðstíma, en ég held að sé kannski fullmikið bjartsýni að það geti leyst af hólmi sjúkrabifreiðar með fullnægjandi hætti. Þar sem oft er nú langan veg að fara, það fer dálítið eftir hvar sjúkraþyrlan er staðsett og það tekur dálítið tíma að fara á staðinn. Og svo verður náttúrulega líka að hugsa kostnaðinn. Kostnaðinn við sjúkraþyrlu má ekki bitna á annarri nauðsynlegri starfsemi. Ég vil svo sérstaklega fagna því sem fram kemur í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar 2019–2023, þar sem settum fram það markmið að bráðaútköllum með dreifbýli verði 90% tilvika sinnt innan 20 mínútna. Ég held ef okkur tekst það, þá munum við bjarga mörgum mannslífum. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ég vil byrja á að þakka fyrir þessa umræðu sem er mikilvæg og þörf. Meðal markmiða laga heilbrigðisþjónustu er að allir landsmenn eigi kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er tök á að veita. Sjúkraflutningar snúa að öryggi íbúa og þar með búsetuskilyrðum allt land. 90 ára saga rekstrar Rauða krossins á sjúkrabílum er senn á enda, samkvæmt ákvörðun hæstv. Heilbrigðisráðherra,
og ekkert plan virðist vera um framhaldið og sanngjarnt uppgjör við Rauða krossinn ekki í augsýn og það er áhyggjuefni. Fagráð um sjúkraflutninga tók saman í fyrra skýrslu um notkun á þyrlum hér á landi í þeim tilgangi að sinna flutningi á bráðveikum og slösuðum sjúklingum. Skýrslan var meðal annars kynnt þingmönnum og sveitarstjórnarfólki á Suðurlandi og mér þótti sú kynning mjög áhugaverð og mæli með því að þessi leið verði skoðuð nánar. Norðmenn hafa góða reynslu af slíkum þyrlum. Þar sem vegir liggja í bröttum fjallshlíðum og skilyrði til lendingar eru slæm. Þyrlur til sjúkraflutninga henta betur við vissar aðstæður og eru ódýrari í innkaupum og rekstri heldur en þyrlur Landhelgisgæslunnar sem hafa aðra kosti eins og að geta flogið lengra og við slæm veðurskilyrði. Sérhæfð meðferð skilar bestum árangri við alvarleg slys og bráðveikindi en til þess að hún skili besta mögulega árangri þarf að sjálfsögðu að veita hana eins fljótt og mögulegt er. Til þess að hægt sé að móta framtíðarstefnu sjúkraflutninga þarf að skoða möguleika á notkun sjúkraþyrlu í samvinnu við sjúkraflutninga á landi, Landhelgisgæslu og sjúkraflug. Og ég tek undir með þeim sem benda á að Suðurlandi sé best til þess fallið að láta á þetta reyna í fyrstu atrennu. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, tekur nú til máls. Herra forseti, fyrst vil ég víkja því óhagræði sem ríkir í samningum ríkisins um kaup á sjúkraflutningum. Til þess að tryggja sem besta nýtingu fjármuna og sem besta þjónustu á þessu mikilvæga sviði er eðlilegt að þjónustan sé í höndum sveitarfélaganna, eins og það var fyrir 1990. Þetta ályktaði meðal annars fundur félags slökkviliðsstjóra núna nýverið. Best er að slökkvilið landsins sinni sjúkraflutningum. Samlegðar áhrifin eru augljós og þegar litið er til mannafla, menntunar, starfsstöðva, búnaðar og styrks. Á Suðurlandi eru sjúkraflutningar í höndum Heilbrigðisstofnunar Suðurlands en á Suðurnesjum eru þeir í höndum Brunavarna Suðurnesja svo dæmi sé tekið. Þar sem sjúkraflutningar eru í höndum heilbrigðisstofnana má færa rök fyrir því að þjónustan sé dýrari, þar sem samlegðar áhrifin við slökkviliðið eru ekki fyrir hendi. Það vantar stöðugleika í þessa samninga og fyrirsjáanleika. Samningar eru í mörgum tilvikum aðeins til 1 árs og í senn sem er allt of stuttur tími. Það vantar alla langtíma hugsun í þetta mál. Þessu verðum við að breyta. Þetta snýst að nýta fjármuni sem best og að veita sem besta þjónustu. Hvað sérstaka sjúkraþyrlu varðar þá vil ég segja þetta: ég fagna slíkum hugmyndum en við verðum að horfa raunhæft á málið. Rekstur slíkrar þyrlu er dýr. Ef við ætlum að fara þessa leið þá á sá rekstur að vera í höndum Landhelgisgæslunnar svo hægt sé að styrkja hana um leið. Að lokum, herra forseti, vil ég aðeins koma inn á reksturinn á sjúkrabifreiðum en hann hefur verið í höndum Rauða kross Íslands. Hugmyndir eru uppi að breyta því. Ef svo þá á reksturinn einnig að fara undir slökkviliðin. Það verður að hafa fullt samráð við fagaðila í þessu máli. Þetta varðar ekki bara slökkviliðs eða sjúkrabifreiðarnar sjálfar heldur allan búnaðinn sem þeim fylgja og svo framvegis, viðhald og svo framvegis. Þekkingin er hjá slökkviliðunum og þar á þessi rekstur að vera. Tekur til máls Hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir. Hæstv. forseti. Já, sjúkraflutningar eru mikilvægur hluti af grundvallar heilbrigðisþjónustu og því fagna ég því hér að hæstv. ráðherra hyggst fara í heildarendurskoðun á þessum málaflokki í sínu ráðuneyti og einnig er ég ánægð með það sem ráðherra sagði hér áðan að nýta, og það hefur verið gert nú þegar og hún hyggst halda þeirri stefnu áfram að nýta heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni enn betur en gert hefur verið. Eins og fram hefur komið í þessari umræðu þá er gríðarleg aukning á sjúkraflutningum víða land og jafnvel tugi prósenta á sumum svæðum. Og það eru ýmsar ástæður fyrir því. Ein ástæða er fjölgun ferðamanna en það eru aðrar ástæður eins og til dæmis bara hækkaður lífaldur íbúa til dæmis.
En þeir aðilar sem reka og stjórna sjúkraflutningum á Íslandi hafa lengi þurft að glíma við erfitt og óstöðugt rekstrarumhverfi. Oft hafa verið gerðir samningar til skamms tíma við íslenska ríkið sem gerir þeim erfiðara vik að efla og þróa þjónustuna. Það á einkum við í dreifðari byggðum landsins þar sem sjúkraflutningamenn eru á bakvöktum, en á stærri stöðum eru sjúkraflutningar og slökkvili rekin sem ein eining eins og áður hefur komið fram og eru sjúkraflutningar þar skilgreindir sem aukaverkefni, þó stærsti hluti verkefnanna séu sjúkraflutningar. Þetta þarf að endurskoða. Einnig er nauðsynlegt, eins og aðrir hafa nefnt hér í dag, að efla menntun sjúkraflutningamanna og við höfum góð fordæmi frá nágrannalöndum okkar í þeim efnum og ættum að geta horft þangað. Mig langar til að undirstrika að við þurfum að endurnýja bifreiðar í samræmi við þörf á hverjum stað. Maður þarf að hlaupa mjög hratt hérna yfir marga punkta. Og svona að lokum þá langar mig til að nefna aðeins sjúkraflugið að þetta þarf náttúrulega bara allt að skoðast í samhengi varðandi nýtingu á þyrlum Landhelgisgæslu og svo sér útbúna sjúkraþyrlu. En aðalatriðið hérna í blálokin að við þurfum náttúrulega að skoða þetta heildstætt og við þurfum að finna hagkvæmar útfærslur hvernig við getum þá bætt þjónustuna og aukið öryggi landsmanna. Smári McCarthy, hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, tekur til máls. Herra forseti, ég ætla að byrja á því að taka undir hvert orð hv. þingmanns Njáls Trausta Friðbertssonar. Hans greining var bæði rétt og nákvæm. En sjúkraflutningar þurfa að þróast í samhengi við allar samfélagsbreytingar og gagnrýnin sem hefur komið fram í þessari umræðu snýst fyrst og fremst það að það hefur verið vöntun á þessari þróun. Staðreyndin að í stóru og fámennu landi eru mörg vandamál sem verður alltaf dýrt að leysa en ef við leysum þau vel þá skilum við af okkur betra samfélagi. Tillagan sérhæfðar sjúkraþyrlur ein þeirra sem ég mjög spenntur fyrir. Við höfum kannski almennt farið mjög dýra leiðir í þyrlukaupum vegna mjög umfangsmikilla þarfa Landhelgisgæslunnar við björgunarstörf en sérhæfðar sjúkraþyrlur gætu verið umtalsvert ódýrari sé rétt að málum staðið og gætu jafnvel orðið til þess að búa til talsverðan sparnað við annars staðar í heilbrigðiskerfinu. Rekstrarformið kannski spurning fyrir seinni tíma en þær þurfa að geta verið í biðstöðu og verið komnar í loftið fljótt og helst verið með aðsetur utan höfuðborgarsvæðisins til að stytta tímann á slysstað. Það auðvitað ýmislegt annað sem þarf að breytast. Við erum auðvitað að horfa fram á tæknibreytingar sem valda því að sjúkrahúsaþjónusta verður dýrari og tilhneigingin að hafa sjúkrahúsaþjónustuna á færri stöðum. En það mun ekki ganga að hafa bara sjúkrahúsaþjónustuna í Reykjavík og Akureyri og kannski fáeinum öðrum stöðum. Þannig að þangað til að einhver ótrúlega flott tækni gerir það verkum að við getum haft hverskyns nútíma tækni í sjúkrabílum og þyrlum og hvaðeina, þá mun vera þörf á því að leggja í þann kostnað að hafa góða sjúkrahúsaþjónustu í boði á kannski stöðum þar sem að það kannski óhagkvæmt að öðru leyti að reka það. Og svo náttúrulega ætti Íslands hugvita að fara í það að smætta og gera ódýrari mörg þessar tækja sem að komast ekki geta ekki verið á minni heilbrigðisstofnunum í dag. Kjarni málsins að við verðum að láta þessa sjúkraflutninga virka og við verðum að hafa þjónustuna út allt land. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland, tekur til máls. Virðulegi forseti, ég ætla að byrja á því að þakka hv. málshefjanda Vilhjálmi Árnasyni fyrir þessa góðu og gegnu umræðu. Ég hef áður komið í pontu Alþingis þar sem ég hef talað stöðu Ólafsfirðinga og sjúkrabifreiðarinnar sem tekið var af þeim í fyrrasumar. Enn þann dag í dag ekkert viðbragðsteymi komið til staðar á Ólafsfirði. En þá enginn sem hleypur til og veitir fyrstu hjálp á meðan Ólafsfirðingar bíða eftir því að sjúkrabíll komi frá Siglufirði eða Dalvík. Samt sem áður sjúkrabíllinn til staðar. En þeir sérfræðingar tveir sem höfðu réttindi til að veita alla hjálp og neyðarhjálp leið og til þeirra var leitað, þeir hafa ekki fengið að fara í endurmenntun. Nei, auðvitað ekki, þeim var sagt upp störfum og við erum að tala virðulegi forseti, við erum að tala það að reyna að mismuna ekki fólkin okkar samkvæmt búsetu. Ég spyr bara og ég orðin svo furðu lostin yfir því að það eins og líf og limir Ólafsfirðinga séu bara mikils minna virði heldur en annarra almennt. Ég átta mig ekki á því hvers vegna verið að byrja á því að fjarlægja sjúkrabílinn
áður en viðbragðsteymið hefur þó að minnsta kosti verið sett á laggirnar. Er ekki verið að byrja á öfugum enda? Ég kalli þetta flumbrugang, fljótfærni og algjörlega á skjön við vilja bæjarbúa, algjörlega á skjön við vilja alla á Tröllaskaga sem að kölluðu eftir því að þessi sjúkrabifreið fengi að halda áfram að veita Ólafsfirðingum það öryggi sem í raun hún gerir. Það söfnuðust yfir 1000 undirskriftir og við erum að tala það eru fleiri undirskriftir heldur en byggja allan Ólafsfjörð. Þannig ég segi bara, það er eitt að vera að tala að jafnræði út á landsbyggðinni og við eigum að sitja við sama borð. Þarna er það til dæmis bara alls ekki gert. Og þetta virðist einkennast af, eins og ég segi, þetta er flumbrugangur, fljótfærni og ég myndi nú bara hvetja til þess að hæstvirtur heilbrigðisráðherra tæki alvarlega til athugunar þennan heilbrigðisfulltrúa í Norðurlandi. Málshefjandi, hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason, tekur nú til máls. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmönnum og hæstv. ráðherra fyrir góða umræðu og málefnalega í þessu mikilvæga máli. Ég vil fara hérna yfir nokkur atriði sem komið fram og það speglast þessi umræða algjörlega því að þetta er heilbrigðismál og byggðamál. Þetta er stórt byggðamál og samlegðar áhrifin með mörgu í þessu sem er gert til að styrkja byggðirnar er margt. Ég fagna því sem hæstv. ráðherra talar hér að reyna að styrkja heilbrigðisstofnanir út á landi með aukinni menntun sjúkraflutningafólks. Þá getur það sinnt mikið af þeim störfum sem þarf að sinna inn á þessum heilbrigðisstofnunum við að hafa fleiri í þjónustu inn á spítölunum út á landi og annað slíkt. Og þetta er líka það mikið byggðamáli jafna aðgengi allra landsmanna að heilbrigðisþjónustu sem við oft hér. Varðandi ferðamennina sem komið mikið heldur umræðu, þá er það bara staðreynd að þau verkefni, þó þau sé ekki hæsta prósentan, þó taka þau lengri tíma. Ferðamenn eða gestir okkar eru oftast inn á hálendinu, lengur inn í landinu og fjarri þeim sjúkrahúsum og þeim útstöðum sjúkraflutningana. Það eru tungumála vandamál og fleira. Og maður hefur heyrt hér líka upp að það eru alltaf 90 manna rútur á ferðum hér veginn. Þannig ef slík rúta lendir á annarri rútu eða kemur eitthvað upp á, hvað er þá? Og þá er líka óæst með getun á svæðinu sem er kannski fámennt svæði. Þannig að það er sjúkraflutningamaður, slökkviliðsmaður og björgunarsveitarmaður allt sami maðurinn. Mig langar að koma hérna í rétt í lokin inn á sjúkraþyrlunni sem ég þakka fyrir góðar undirtektir í þessu mikilvæga máli. En ég langar bara að segja það að Landhelgisgæslan hefur leitar- og björgunarhlutverk. Hér erum við að tala heilbrigðisþjónustu sem að veita. Þetta er sikkort hlutverkið og kostnaðurinn við sjúkraþyrluna er minni heldur það hagræðing sem hún skapar. Og hún er viðbót við það viðbragð sem við höfum í dag og allt snýst þetta öfluga heild, mannafla, tækja eins og sjúkrabíla, þyrlu og flugvéla. Ég þakka góða umræðu. Þá tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir afar góða og gagnlega umræðu. Mig langar fyrst að óska hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni til hamingju með jómfrúrræðu sína. En að öðru leyti þá langar mig að nefna hér nokkur atriði sem komu fram. Hv. þingmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir nefndi hér stöðu mála hvað varðar samspil við slökkvilið á Akureyri og samkvæmt mínum upplýsingum að þá standa yfir núna samningar við Sjúkratryggingar Íslands það að það rofni ekki sú samfella sem þarna er fyrir hendi. Hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson spurði sérstaklega endurmenntun og þjálfun og sjúkraflutningaskólinn er mjög vakandi fyrir auknum kröfum með aukinni áherslu jafnframt á fjarnám í þessum efnum. Hv. þingmaður Oddný Harðardóttir spurði uppgjör við Rauða kross Íslands varðandi breytingu á því fyrirkomulagi og þau samskipti ganga vel. Það var fundur á mánudaginn þar sem var svona verið að kortleggja þau viðfangsefni sem þær eru undir. Nokkrir þingmenn nefndu hér samstarf við slökkviliðin og hv. þingmaður Birgir Þórarinsson þar á meðal og það er sannarlega þannig að það er mjög mikil samlegð með slökkviliðunum og það samstarf á víða mjög vel við. Hins vegar er mjög mikilvægt að halda því til haga hér er að ræða heilbrigðisþjónustu númer 1 og sú starfsemi þarf að vera í forgrunni. Það á hins vegar við á þéttbýlissvæðum bæði á Akureyri og ekki síður hér á höfuðborgarsvæðinu að það er mikil samlegð bæði í tækjakosti og mönnun í þessum efnum og það ber að styðja við.
Allmargir þingmenn töluðu um það að það skorti hér stefnumótun og hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson talaði sérstaklega um það að hér væri ákveðið svona, hvað á ég að segja, þetta væri brotakennt eins og þetta er núna, og ég umorða svona það sem hann sagði hér og ég er sammála því og einmitt þess vegna þá þurfum við að ná utan þennan mikilvæga þátt heilbrigðisþjónustunnar og lyfta því á þann stað sem því ber og líta á það sem þennan í raun og veru oft fyrsta snertiflöt við heilbrigðiskerfið en ekki sem leiðina að heilbrigðiskerfinu vegna þess að þarna er oft fyrsta snertingin við heilbrigðisstarfsmann. Þakka annars fyrir afar góða umræðu og tek þessa punkta með mér hér áfram í stefnumótun. Takk. Þá er umræðum annað dagskrármáli lokið og haldið áfram með dagskrá og er þá komið að atkvæðagreiðslum þannig að rétt er að hringja til þeirra. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið þjónusta við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir. Stjórnarfrumvarp 26. mál á þingskjali 26, nefndarálit á þingskjali 816, breytingatillögur á þingskjali 817, framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson, 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Eru það fleiri? Hv. þingmaður tekur til máls. Herra forseti, allt frá árinu 2010 má segja að beðið hafi verið eftir lagaumgjörð NPA. Með þessari lagasetningu er ekki bara sett umgjörð það þjónustumódel, heldur þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir yfirleitt. Við stígum mikilvægt skref inn í 21. öldina með þessari lagasetningu en við verðum jafnframt að gera okkur grein fyrir að verkinu er ekki lokið. Réttindi fatlaðs fólks og staða þess í samfélaginu verða áfram verkefni sem samfélagið allt þarf að huga að. Endurskoðunarákvæði laganna er í því sambandi afar mikilvægt og þingið, fatlað fólk og hagsmunasamtök þeirra, aðrir hagsmunaaðilar og ráðuneytið þurfa að halda vöku sinni til að vel megi til takast. Ég vil þakka hv. velferðarnefnd og starfsfólki þingsins fyrir vinnuna við frumvarpið og einnig ráðuneytinu og umsagnaraðilum fyrir þeirra framlag. Með samstilltu verklagi hefur okkur tekist að koma málinu til lokaafgreiðslu og skulum fagna þessum tímamótum. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Herra forseti, ég styð auðvitað þetta góða mál og ég fagna því hér að við höfum loksins náð nokkurn veginn til lands, satt að segja. Það hefur verið gott samtal og samráð við fagaðila og við í Miðflokknum erum mjög fagnandi í dag. Ég vil einnig taka fram að ákvæði til bráðabirgða tryggir að lögin verða endurskoðuð þegar reynsla er komin á þau, því að tilgangurinn með þeim er jú að uppfylla samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Það er líka mikilvægt í framhaldinu að minna á að fatlað fólk eigi aðkomu að samráðsnefnd í málefnum þess sem gagnast á samfélaginu öllu. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, hér eru merk tímamót þar sem við erum raunverulega að innleiða í lög samning Sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðs fólks og hann lagður til grundvallar í rýni og endurskoðun laganna við undirbúning frumvarpanna og þannig erum við að setja hér raunverulega í lög þau mannréttindi sem í samningnum felast og við lögfestum að auki NPA. Lagafrumvarpið um málefni fatlaðs fólks með miklar stuðningsþarfir fella úr gildi eldri lög og koma sem viðbótarréttur við það frumvarp sem við greiðum atkvæði hér á eftir sem eru breytingar við félagsþjónustulögin. Ég vil þakka fjölmörgum hagaðilum fyrir að leggja þessari vinnu lið frá skipan starfshóps endurskoðun laganna og frumvarpssmíðina
óeigingjarna vinnu mjög og að fylgja því eftir með umsögnum og samtali við þingið og hv. velferðarnefnd og þakka ég afar vandaða vinnu. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég kem bara hérna upp til þess að fagna því að við séum að afgreiða þetta mál loksins og bara þeirri góðu samstöðu sem við náðum inn í velferðarnefndinni og bara þakka kollegum mínum þar fyrir þá samvinnu og þetta er búið að vera stórkostlega lærdómslíkt ferli og skemmtilegt samráð sem er búið að eiga sér stað og vona að við höfum náð þeirri mikilvægu sátt sem við þurftum á að halda til þess að geta komið þessu máli í gegn og bara þetta er mjög flott vinna sem búin að eiga sér stað. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Herra forseti, við fögnum í dag. Við erum að ná áfanga á langri leið. Við erum ekki komin alla leið. Þetta er krefjandi verkefni sem við erum að fást við. Þetta er samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélaga og það reynir á þessi stjórnsýslustig að vinna vel saman og ná endum mikilvæg mannréttindamál og hins góða hóps fatlaðs fólks í landinu og vonandi tekst okkur að koma þessu alla leið. Til máls tekur næst atkvæðagreiðsluna hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka velferðarnefnd fyrir þessi störf sem við gerðum í þessa nefnd og þetta er mjög mikilvægt mál og var vel að unnið. En það sem skiptir mestu máli í þessu samhengi er það þeir sem eiga að nota þetta. Er það þeir ánægðir? Ég held það. En ef það eitthvað kemur upp á þá er ákvæði það endurskoðun eftir 3 ár og það er mjög mikilvægt. Vegna þess að það er sama hvað við gerum, ef að þeir sem eiga að nota þessa þjónustu er ekki ánægðir, þá er betra að vanda sig og heima setja heldur en að æða á stað og hafa einhvern á móti. Þannig ég fagna þessu mjög og síðan vona ég heitt og innilega að þetta verði góða fyrir þá sem á því að halda. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég vil gera eins aðrir hv. þingmenn fagna þessum tímamótum hér og við séum loks að greiða atkvæði þetta mikilvæga mál. En þetta er í 3. sinn sem ég noti þess heiðurs að fá að ræða þetta mál í hv. velferðarnefnd og allan tíman hefur verið gott og mikið samstarf og samstaða mikilvægi málsins og ég vil meina það að þingið hefur oft sýnt það að það getur náð góðri samstöðu og góðum árangri í stórum málum eins og þessum og það er að gerast hér í dag og því ber að fagna. Ég þakka einnig gott samstarf í hv. velferðarnefnd og ég vona að þetta samstarf við hagsmunaaðilana og notendur og þá sem eiga að veita þjónustuna haldi áfram alveg út reglugerðarvinnuna og regluvinnuna hjá sveitarfélögunum og framkvæmdarvaldinu. Það er mjög mikilvægt og ég fagna þá bara í lokin þessari góðu viðbót við val notendana sem þurfa á þessari þjónustu að halda. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland. Virðulegi forseti, sannarlega tímamót og gleðistundir í dag og ég vil byrja á því að óska hv. velferðarnefnd innilega til hamingju með þennan frábæra árangur og þá góðu samvinnu og þá einurð sem þau hafa sýnt í þessu máli. Ég er stolt af því að vera á þinginu akkúrat núna og fá að vera þátttakandi í því að greiða atkvæði NPA, notendastýrða persónulega aðstoð fyrir fólk sem þarf sérstaka aðstoð. En ég líka vonast til þess að hér eigi eftir að standa þar sem við eigum eftir að taka jafnfallega utan sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og löggilda hann að fullu. Það verða líka önnur tímamót sem ég vona svo sannarlega að við séum öll tilbúin að stefna að. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson og ræðir atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, ég vil eins og aðrir þingmenn hér taka undir með fagnaðar og árnaðaróskum hér
Þetta mikil tímamót í málefnum fatlaðra. Þetta einn þau stærstu sem við höfum séð árabil, ef ekki áratugaskeið. Vissulega erum við bara í annar umræðu hér og ég treysti því að við ljúkum þessu máli alla leið. En vissulega mikil tímamót, gríðarlega gott starf sem unnið hefur verið af hálfu velferðarnefndar og þetta gríðarlega mikið og gott starf sem liggur hér að baki langt árabil allt frá því að starfshópur var settur af stað á vegum þáverandi félagsmálaráðherra Eyglóar Harðardóttur 2014 undir forystu Vilhjálms Þórssonar sem nú hér í þingsalnum. Ber að þakka allt það góða starf sem hér hefur verið unnið í gegnum þessi ár og ánægjulegt að sjá að þetta mál sé að komast á leiðarenda núna. Þá hefst atkvæðagreiðslan og eru fyrst greidd atkvæði fyrstu grein frumvarpsins. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein frumvarpsins er samþykkt með 51 samhljóða atkvæði. Á þingskjali 817 töluliður 1-13 eru breytingatillögur frá velferðarnefnd við aðra til og með 42. grein frumvarpsins og ákvæði til bráðabirgða 1 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingarnar eru samþykktar með 52 samhljóða atkvæðum og verða þá greidd atkvæði aðra til og með 42. grein frumvarpsins og ákvæði til bráðabirgða 1 svo breytt og hefst nú sú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur til 42. grein frumvarpsins svo breytt er samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum sem og ákvæði til bráðabirgða númer 1. Þá verða greidd atkvæði ákvæði til bráðabirgða 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Ákvæði til bráðabirgða 2 er samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 817 töluliður 14 er breytingartillaga frá velferðarnefnd að fyrirsögn frumvarpsins orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrirsögn frumvarpsins eða breytingartillagan er samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum og fyrirsögn frumvarpsins þar með ákveðin. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, félagsþjónusta sveitarfélaga, stjórnarfrumvarp, 27. mál á þingskjali 27, nefndarálit á þingskjali 816, breytingatillögur á þingskjali 818, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 118 töluliður 1 er breytingatillaga frá velferðarnefnd við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 51 samhljóða atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 1. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein svo breytt er samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 818 töluliður 2-4 eru breytingartillögur frá velferðarnefnd við aðra til og með 19. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 51 samhljóða atkvæði. Þá verða greidd atkvæði aðra til og með 19. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur til 19. grein svo breytt eru samþykktar með 52 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Þá er tekið fyrir 5. dagskrármálið húsnæðissamvinnufélög stjórnarfrumvarp 347. mál á þingskjali 460, nefndarálit á þingskjali 795, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið.
Fyrsta grein er samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslu lokið. Önnur grein er samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Tekið fyrir 6. dagskrármáli stjórn fiskveiða strandveiðar frumvarp 429. mál á þingskjali 611, nefndarálit á þingskjali 821, framhald annarar umræðu, atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Virðulegur forseti, hér greiðum við atkvæði breytingar á stjórn fiskveiðum varðandi strandveiði í sumar. Þetta er tilraun sem hefur náðst þverpólitísk samstaða að gera í sumar og meta svo að afloknu sumri hvernig hefur til tekist upp á framtíðarskipulag í strandveiðum. Og það er verið að breyta kerfinu þannig að í stað þess að það séu ólympískar veiðar innan hvers mánaðar, þá erum við að horfa til þess að tryggja öryggi sjómanna, sveigjanleika í kerfinu og að bæta í umtalsvert í strandveiðipottinn. Það eru 25% sem bætast við frá því sem var í fyrra sumar lagt upp með. Svo við teljum að það verði hægt að gera þessa góðu tilraun í þágu öryggis sjómanna og að vinna með strandveiðimálin sem hafa verið lyftistöng fyrir mörg byggðarlög allt í kringum landið. Og ég treysti því að þingheimur taki vel í það að við gerum þessa tilraun og tökum svo stöðuna í haust og við höfum umtalsverðar aflaheimildir til að treysta því að allir bátar fái 12 daga allt tímabilið. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Fellur frá orðinu. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, hér greiðum við atkvæði frumvarp sem ætlað er að auka öryggi við strandveiðar og ég styð það heils hugar. Hins vegar hef ég áhyggjur af áhrifum þessara breytinga eða mismunandi áhrifum á strandveiðisvæðin. Ég styð það þó að frumvarpið gangi til 3. umræðu og til nefndar á milli umræða með það að markmiði að það verði horft sérstaklega til þessara sjónarmiða hvernig megi mæta mismunandi áhrifum eftir strandveiðisvæðum. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, já, hér ræðum við þetta frumvarp strandveiðar og ég er á græna takkanum þar á milli 2. og 3. umræðu og er líka í atvinnuveganefnd sem er öll á málinu. Og mér finnst þetta er öryggis og sjónarmið og fyrirsjáanleiki fyrir sjómenn að fá þetta í gegn. Þetta er ekki fullkomið. Í fullkomnum heimi hefði ég haft mínar efasemdir en þetta er eins og formaður nefndarinnar kom inn á tilraun sem verður svo tekin til skoðunar í haust. Ég er ekki hræddur að sjálfbærni sé ógnað og það má alls ekki koma fyrir. Orðspor fyrir íslenska sjávarútveg er viðurkennt með nýtingarreglum og aflareglum og því verðum við að halda til haga. Allt annað, öllu öðru er ég á móti einhverju sem heitir sóknarmark eða eitthvað slíkt. Við erum með einn pott sem við veiðum úr og hann þarf að vera eftir ráðgjaf vísindamanna unnið eftir. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Herra forseti, þetta er mál sem hefur þróast mjög mikið en staðan er því miður sú að þótt þetta hafi breyst mikið til bóta í meðferð atvinnuveganefndar eru enn alvarlegir misbrestir
sem að gætu valdið vandræðum einkum á svæði D en hugsanlega víðar. Ég samþykki þessar breytingartillögur enda eru þær mjög svo í rétta átt, en ég lít samt á að frumvarpið sem slíkt enn ófullnægjandi. Það vantar herslumuninn og því mun ég setja hjá í einstökum ákvæðum að sinni. Atvinnuveganefnd kemur saman að lokum þessum atkvæðagreiðslum og þá ég að vona að við náum að ná þessum herslumun sem vantar upp á, að þetta geti verið gott frumvarp sem að virkar vel fyrir alla þá sem eru reynistundar strandveiðar. Þetta mjög gott, þetta í rétt átt, en við þurfum enn herslumun. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Gunnarsson, atkvæðagreiðsluna. Virðulegur forseti, allir þeir sem eru áhugamenn eflingu strandveiða við Ísland ættu raun og veru að vera að fagna á þessum tímamótum þar sem verið að stefna því að heimila mesta magn á aflaheimildum inn í þetta kerfi sem nokkru sinni hafa verið. Umtalsverða aukningu frá síðasta ári. Það því í hróplegu ósamræmi við þá ákvörðun og þá samstöðu sem það mál að það skuli vera sá ágreiningur sem raun ber vitni þetta mál. Og það finnst mér ekki vera boðlegt. Það eru eðlilegar áhyggjur, þær eru á rökum reistar og það má reikna með því að verði ákvörðun tekin óbreytt mál að þá geti það leitt til deilna. Ég mun ekki styðja þetta mál eins og það í dag, lítur út, en ég mun sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu í trausti þess að hv. þingmenn í athugunarnefnd þingsins taki sig til og leiti leiða sem að geta orðið að meiri og breiðari sátt málið í lokin. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason, atkvæðagreiðsluna. Virðulegi forseti, já, hérna tilraun að ræða eins og hv. formaður atvinnuveganefndar sagði. Það búið að auka kvótann til strandveiði, flotans, en það auðvitað bara óverulegt. Það óverulegt. Þeir að fá það með 3%, rúmlega 3% af heildarþorskkvótanum. Og þó að það aukist örlítið kannski 0,5%, þá myndi ég ekki segja að það var að himinn og jörð væri að farast þess vegna, alls ekki. Ég fagna auðvitað frumvarpinu og hugsunina bak við frumvarpið, en ég tel að aukningin á þessum kvóta og veiði muni færast á svæði A, vestursvæðið. Ég held það. Og hin svæði muni bera skarðan hlut frá borði og þessar ólympísku veiðar, þeim ekki lokið með þessu frumvarpi. Og ég tel stórhætt á því að kvótinn verði búinn í lok júlí og þannig að veiðin á svæði B, C og sérstaklega D verði minni en nú Og ég mun sitja hjá við afgreiðslu frumvarpsins og vona innilega að atvinnuveganefnd komi með viðunandi breytingar. Í nefndaráliti á þingskjali 821 breytingartillaga frá atvinnuveganefnd við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir og allir hv. þingmenn greitt atkvæði. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 43 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Þá verður greitt atkvæði 1. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 1. grein svo breytt samþykkt með 37 atkvæðum, 12 greiða ekki atkvæði. Þá verður greitt atkvæði 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. 2. grein samþykkt með 38 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Tekið fyrir 7. dagskrármálið raforkulög og stofnun Landsnets hf. Stjórnar frumvarp 115. mál á þingskjali 184, nefndarálit á þingskjali 617, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verður greitt atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Óskað eftir að endurtaka atkvæðagreiðsluna og verður orðið við því og hefst nú atkvæðagreiðslan að nýju. Greiddur atkvæði 1. grein. Þá nú allir hv. þingmenn greitt atkvæði eins og þeir ætla sér. Þá atkvæðagreiðslu lokið. 1. grein samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum. Þá verður greitt atkvæði 2. til og með 4. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur til og með 4. grein eru samþykktar með 51 samhljóða atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 617 er breytingartillaga frá atvinnuveganefnd að á eftir 4. grein komi ný grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 51 samhljóða atkvæði. Þá er að greiða atkvæði 5. til 8. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 5. til og með 8. grein eru samþykktar með 50 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir þar andmælum við og frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Tekið fyrir 8. dagskrármálið lax- og silungsveiði, stjórn álaveiða, stjórnarfrumvarp 215. mál á þingskjali 302, nefndarálit á þingskjali 748, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verður greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 51 samhljóða atkvæði. Þá verður greidd atkvæði 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. 2. grein er samþykkt með 51 samhljóða atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og það er samþykkt. Þá var tekið fyrir 9. dagskrármálið einkaleyfi stjórnarfrumvarp 292. mál á þingskjali 394, nefndarálit á þingskjali 815, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Herra forseti, hér er að ræða EES-mál sem kemur inn í gegnum okkar samstarf þar og er margt ágætt við það. Þetta gengur út á það að reyna að skapa betri hvata fyrir þróun lyfja fyrir börn, bara hið besta mál. Því miður er eitt í þessu sem er byggt á, byggt á miklu misskilningi. Það er það að gengið út frá því án þess að séu neinar raunverulegar sannanir fyrir því að það að lengja tíma einkaleyfis muni á einhvern hátt auka hvatana til þess að þróa lyf. Þetta bað ég upplýsingar hvort að einhver gæti rökstutt að þetta væri tryggt. Svörin sem ég fekk voru í formi rannsóknarritgerða sem fjölluðu í rauninni allt annað mál. Þannig að ég hef enn ekki séð sannanir fyrir þessu, en engu að síður er þetta gott mál og að öðru leyti og við styðjum það. Í nefndaráliti á þingskjali 815 töluður 1 er breytingartillaga frá atvinnuveganefnd við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 51 samhljóða atkvæði. Þá verður greidd atkvæði 1. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein svo breytt er samþykkt með 51 samhljóða atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 815 töluðu 2 er breytingartillaga frá atvinnuveganefnd við 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 51 samhljóða atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 2. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. grein svo breytt er samþykkt með 51 samhljóða atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 3. og 4. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan þær. Atkvæðagreiðslu er lokið. 3. og 4. grein eru samþykktar með 51 samhljóða atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 815 töluliður 3 er breytingartillaga frá atvinnuveganefnd við 5. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 51 samhljóða atkvæði. Þá var að greidd atkvæði 5. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 5. grein svo breytt er samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum. Þá var að greidd atkvæði 7. til og með 13. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 7. til og með 13. grein eru samþykktar með 50 samhljóða
atkvæðum. Fyrirsögn skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og atvinnuveganefndar og er það samþykkt. Þá tek ég fyrir 10. dagskrármálið. Vátryggingastarfsemi, stjórnarfrumvarp 247. mál á þingskjali 343, nefndarálit á þingskjali 640, breytingartillögur á þingskjali 750, framhald 2. umræðu og atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Ég er með breytingartillögu á þetta mál hérna, þar sem að í lögunum stendur að Fjármálaeftirlitið skal eftir því sem kostur fylgjast með vátryggingarskilmálum sem boði eru hér í landi. Og mín breytingartillaga snýst það að fella burt þetta eftir því sem kostur til þess að það lesi bara Fjármálaeftirlitið skal fylgjast með vátryggingarskilmálum. Það er að segja að Fjármálaeftirlitið geti ekki sleppt því að sinna því eftirliti sem eftirlitinu er gert að sinna samkvæmt þessum lögum. Með núverandi útgáfu þá geta þau bara sleppt því og ekkert gerist. Það er lögum samkvæmt. En við viljum að þau eigi að sinna þessu eftirliti og þar af leiðandi væri augljóst að fella burt þessi orð sem að gefa þeim þessa svona glufu til þess að bara sleppa því að sinna eftirliti. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 750 er breytingartillaga frá Birni Leví Gunnarssyni á eftir 1. grein komi ný grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 29 atkvæðum gegn 16, einn greiðir ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði aðra til og með 6. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur til og með 6. grein eru samþykktar með 45 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 640 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd að á eftir 6. grein komi ný grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum og ný grein þar með ákveðin. Já. Þá verða greidd atkvæði 7. til og með 17. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. 7. til 17. grein eru samþykktar með 47 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Tekið er fyrir 11. dagskrármálið, trygging gæða, hagkvæmni og skilvirkni opinberra fjárfestinga. Þingsályktunartillaga 14. mál á þingskjali 14, nefndarálit á þingskjali 792, framhald síðari umræða atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 792 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við tillögugreinina og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Jón Steindór Valdimarsson, 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Eru það fleiri? Svo er ekki. Herra forseti, ég trúi því einlæglega að samþykkt þessarar þingsályktunar geti orðið upphafið að miklum samfélagslegum ávinningi ef rétt er haldið á spöðunum. Ég vil því brýna okkur þingmenn, hæstvirtan fjármálaráðherra og fjárlaganefnd til þess að veita þessu verkefni þann fjárhagslega grundvöll sem nauðsynlegur er. Í greinargerð með tillögunni er meðal annars vísað til þess árangurs sem Norðmenn hafa náð með sinni aðferðafræði á löngu árabili. Þar hefur til dæmis verið tryggt að hliðstæður vettvangur, rannsókna og þekkingaruppbyggingar sem þessi tillaga felur í sér hafi fjármuni til þess að sinna sínu verkefni undir verndarvæng norska fjármálaráðuneytisins.
Gerðir eru samningar verkefni til 3 ára í senn með skilgreindum markmiðum og verkefnum sem á að sinna. Það þarf líka að gera hér. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Við endurtökum atkvæðagreiðsluna. Hv. þingmaður verður að fá að njóta réttar síns. Atkvæðagreiðslan hefst að nýju. Hafa þá allir hv. þingmenn greitt atkvæði? Svo virðist og er þá atkvæðagreiðslu lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði tillögugreinina svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Tillögugreinin svo breytt er samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum. Þá eru greidd atkvæði tillöguna í heild svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan svo breytt og í heild er samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum og verður send hæstv. Ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir 12. dagskrármálið. Úttekt á stofnun Vestnorrænna eftirlitsskóla, þingsályktunartillaga 116. mál á þingskjali 185, nefndarálit á þingskjali 796, framhald síðari umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 796 er breytingartillaga frá utanríkismálanefnd að tillögugreinin orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum og tillögugreinin þar með ákveðin. Þá eru greidd atkvæði tillöguna í heild svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan svo breytt er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum og verður send hæstv. Ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir 13. dagskrármáli. Vestnorrænt samstarf menntun í sjávarútvegsfræðum, þingsályktunartillaga 117. mál á þingskjali 186, nefndarálit á þingskjali 797, framhald síðari umræðu atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Tillagan í heild svo breytt er samþykkt með 46 samhljóða atkvæðum og verður send hæstv. Ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir 14. dagskrármálið ráðstefna stöðu Íslands, Færeyja og Grænlands í nýjum veruleika alþjóðastjórnmála, þingsályktunartillaga 118. mál á þingskjali 187, nefndarálit á þingskjali 798, framhald síðari umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 798 er breytingartillaga frá utanríkismálanefnd að tillögugreinin orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 46 samhljóða atkvæðum og tillögugreinin þar með ákveðin. Greidd eru atkvæði tillöguna í heild svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan svo breytt er samþykkt með 46 samhljóða atkvæðum og verður send hæstv. Ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Þá er tekið fyrir 15. dagskrármálið. Rannsóknir á örplasti í lífverum sjávar í Norður-Atlantshafi. Þingsályktunartillaga 120. mál á þingskjali 189, nefndarálit á þingskjali 799. Framhald síðari umræða atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 46 samhljóða atkvæðum og verður send hæstv. Ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Áður en að tekið til við 16. dagskrármálið vill forseti spyrja hvort hann megi líta svo á að samstaða sé það að fundur geti staðið eitthvað lengur í kvöld en þingskupið er ráð fyrir ef þörf krefur, í ljósi þess að samkomulagsmál er að ræða sem eftir er að ræða á dagskrá fundarins. Forseti þakka fyrir það og tekið fyrir 16. dagskrármálið fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir, 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, það er fundur í atvinnuveganefnd á eftir vegna strandveiðifrumvarpsins og mér skilst að það meðal annars
liggur á út af dagsetningu sem er 1. maí. Það er annað mál sem hefur verið tekið fyrir núna á umliðnum dögum í atvinnuveganefndinni og það er ákvæði innan búvörusamninganna eða það sem skýr og ríkur vilji Alþingis er til þess að tollfrjálsir innflutningskvótar verði samkvæmt tvíhliða samningum sem við Íslendingar gerðum fyrir nokkrum árum við ESB. Nú hefur ráðuneytið auglýst þessa kvóta og það er í rauninni auglýsingin þvert gegn vilja þingsins en hins vegar hefur það komið skýrt fram af hálfu ráðuneytisins og þeirra þingmanna sem stóðu meðal annars að meirihluta búvörusamningsins á sínum tíma að það eigi að laga þetta. Við í nefndinni ætluðum að flytja málið en það komu skilaboð úr ráðuneytinu að ráðherra vildi gera það sjálfur. Nú er 1. maí á þriðjudaginn. Það eru nefndardagur á föstudag og mánudag. Þannig að ég vil spyrja hæstv. Forseta hvort að það hafi komið til forseta afbrigði við dagskrána á morgun þannig að við höfum tímann daginn á morgun til þess að afgreiða þetta mál þannig að það verði hægt að auglýsa eða ráðuneyti geti auglýst kvótana þannig að það sé í samræmi við ríkan vilja Alþingis við samþykkt búvörusamninganna. Forseti vill bara segja að hann hefur ekki enn sem komið hefur þetta mál verið tekið upp við hann en forseti er sjálfsögðu tilbúinn til að skoða það og gera það strax í framhaldi af þessum orðaskiptum ef að svo ber undir en ég kannast ekki enn við að hafa fengið það á mitt borð enda hefur forseti reyndar verið fjarverandi í nokkra daga svo það sé nú sagt. Hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir tekur aftur til máls fundarstjórn forseta. Ég held að þetta væri atkvæðagreiðsluna en fundarstjórn forseta. Þakka þér, hæstv. Forseti. Ég vil þakka fyrir þessa vinsemd og vilja því þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Við erum að tala mikla hagsmuni neytenda að þetta mál verði afgreitt fyrir 1. maí. Það er ekki mikil tími þannig að við eigum þingmenn, það er algjör samhljómur í nefndinni að þetta mál verði afgreitt þannig að það verði ekki eingöngu auglýst í 37 tonn af sérostur sem eru framleiddir á sérstökum svæðum í Evrópu, er ekki framleiddir hér heima, að auglýsingin fari þá upp í tæplega eða í kringum 140 tonn. Og ég vil þakka fyrir þennan ríka vilja og skilning hæstv. Forseta í þessu efni og bind vonum við það að við fáum og þingmenn meirihlutans, þeir sem eru í ráðuneyti, komi hér strax með frumvarp þannig að við getum rætt og afgreitt þetta strax á morgun. Það er skýr vilji hér í þinginu, nýtum hann. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir og ræðir fundarstjórn forseta. Já, herra forseti, varðandi það mál sem hv. þingmaður tók hér upp að þá get ég alveg tekið undir það varðandi innflutningskvóta á ostum sem við ræddum í atvinnuveganefnd og var skilningur þegar að búvörusamningurinn var afgreiddur kom fram í nefndaráliti að það væri vilji til þess að heimila hér flýtingu á ákveðnu magni af sérmerktum ostum. Við í nefndinni höfðum hug á að taka þetta mál upp og fengum mann frá ráðuneytinu til að ræða það en fengum vissulega þau skilaboð að ráðherra ætlaði að flytja málið sjálfur og ég er tilbúin að beita mig fyrir því að reyna að liðka fyrir þessu máli ef ég hef einhverja möguleika á því vegna þess að þetta er þannig mál að menn voru sammála það atvinnuveganefnd á sínum tíma að þetta var hluti af samkomulagi með búvörusamningnum. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég vil sérstaklega koma hér upp til þess að þakka hv. þingmanni Lilju Rafneyju Magnúsdóttur fyrir að taka mjög jákvætt í þetta mál og hjálpa til við að hraða því í gegnum þingið. Ég held að þetta sé eitt af þeim málum sem við eigum að taka saman höndum Það er skýr vilji, að því ég best veit, í nefndinni og í þinginu og ég held að við verðum að sameinast það að hvetja ráðherrann til dáða eða þá að nefndin sjálf klári málið á morgun og ég viss það að þingheimur mun hjálpa til við að koma þessu máli hratt og vel í gegn og með afbrigðum þá þess þarf. Þá tek ég fyrir 16. dagskrármálið matvæli og dýralæknar, heilbrigðisþjónusta við dýr, stjórnarfrumvarp, 330. mál á þingskjali 441, nefndarálit á þingskjali 819, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður atvinnuveganefndar, hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti,
Ég flyt nefndarálit með breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingu á lögum um matvæli og lögum um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr innan sviga eftirlit upplýsingaráðgjöf frá atvinnuveganefnd. Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Eggert Ólafsson og Sigurgeir Þorgeirsson frá atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti, Sigurð Eyþórsson frá Bændasamtökum Íslands, Halldór Runólfsson frá Dýralæknafélagi Íslands, Árnýju Sigurðardóttir og Jón Ragnar Gunnarsson frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Jón Gíslason og Viktor Stefán Pálsson frá Matvælastofnun, Lárus M.K. Ólafsson fyrir hönd Samtaka ferðaþjónustunnar og Samtaka verslunarþjónustu, Ragnheiður Héðinsdóttir frá Samtökum iðnaðarins og Jón Kristinn Sverrisson frá Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi. Nefndinni bárust umsagnir um málið frá Bændasamtökum Íslands, Dýralæknafélagi Íslands, Félagi atvinnurekenda, Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Matvælastofnun, Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi og Samtökum iðnaðarins, Samtökum verslunarþjónustu, Samtökum ferðaþjónustunnar og Samtökum atvinnulífsins. Áttum við góða fund með öllum þessum aðilum. Samhliða frumvarpi þessu er lagt fram frumvarp til nýrra heildarlaga um Matvælastofnun, 331. mál sem kemur hér eftir. Með frumvarpi þessu er lagðar til breytingar á lögum um matvæli og lögum um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr og markmið þess að samræma eftirlit og upplýsingagjöf eftirlitsaðila. Tilefni þess að frumvarpin eru lögð fram eru ábendingar í skýrslu Ríkisendurskoðunar til Alþingis um Matvælastofnun frá árinu 2013 og sömuleiðis í skýrslu frá árinu 2017 sem er unnin af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Samkvæmt gildandi lögum fara heilbrigðisnefndir sveitarfélaga sem eru samtals 10 á landsvísu og Matvælastofnun með eftirlit með framleiðslu og dreifingu matvæla samkvæmt 22. grein laga um matvæli fer Matvælastofnun með yfirumsjón, það er að segja samræmingu matvælaeftirlits og skal sjá um vöktun og rannsóknir. Í frumvarpi þessu er lagt til að heilbrigðisnefndir skrái og birti upplýsingar með sama hætti og Matvælastofnun. Helstu breytingar sem felast í frumvarpi þessu eru að í A-lið 1. greinar lagt til að eftirlitsaðilum verði heimilt að draga úr tíðni eftirlits hjá matvælafyrirtækjum sem hefur vottun frá faggiltum aðila um að innra eftirlit þess uppfylli kröfur laga og reglna. Þá er í B-lið 1. greinar kveðið á að eftirlitsaðilar flokki fyrirtæki eftir frammistöðu samkvæmt niðurstöðum úr eftirliti og setur ráðherra nánari ákvæði í reglugerð um slíka flokkun. Flokkun er ætlað að hafa áhrif á eftirlitsstörf viðkomandi fyrirtækis og vera hvatning vönduð vinnubrögð þar sem eftirlit mun draga saman og eftirlitsgjöld lækka. Gert er ráð fyrir að heilbrigðisnefndir taki upp sams konar flokkun og birti upplýsingar matvælaeftirlit með sama hætti og Matvælastofnun og opinberir eftirlitsaðilar vinni því eftir sama áhættu og frammistöðu flokkunarkerfi. Samkvæmt C-lið 1. greinar skulu Matvælastofnun og heilbrigðisnefndir taka sameiginlega fundi minnst tvisvar á ári og er tilgangur ákvæðisins að tryggja aðkomu heilbrigðisnefnda að samstarfsráði Matvælastofnunar samkvæmt frumvarpi til nýrra heildarlaga um stofnunina. Í frumvarpinu er lögð til breyting sem tekur gildi síðar en önnur ákvæði. Hún felst í því að birtar verði opinberlega upplýsingar flokkun og frammistöðu fyrirtækja auk þess sem heimilt verði að birta eftirlitsskýrslur sem flokkunin byggir á. Nefndin leggur til breytingartillögu við frumvarpið þannig að það nái einnig til breytinga á lögum um lífræna landbúnaðarframleiðslu. Lagt er til að nýtt ákvæði bætist við frumvarpið þess efnis að kveðið verði á að Matvælastofnun fari með stjórnsýslu og opinbert eftirlit samkvæmt þeim lögum. Breytingartillagan er lögð fram til að umsjónar- og eftirlitshlutverk stofnunarinnar verði skýrt en samkvæmt gildandi lögum sinni stofnunin ákveðnum þáttum hvað stjórnsýslu varðar. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum. 1. Við bætist nýr kafli, 3. kafli, breyting á lögum um lífræna landbúnaðarframleiðslu, nr. 162/1994, með síðari breytingum með einni nýrri grein, 6. grein svohljóðandi. Í stað 1. málsgreinar 3. greinar laganna komi 2 nýjar málsgreinar svohljóðandi. Matvælastofnun fer með stjórnsýslu og opinbert eftirlit samkvæmt lögum þessum. Matvælastofnun er heimilt að fela öðrum stofnunum, sjálfstæðum stofnunum,
að einstaklingum að annast tiltekin verkefni sem eru á verksviði Matvælastofnunar samkvæmt lögum þessum, að því tilskildu að þau hafi viðeigandi faggildingu. Ráðherra skal mæla nánar fyrir skilyrði framsals með reglugerð. 2. Fyrirsögn frumvarpsins verði: Frumvarp til laga um breytingar á lögum um matvæli, lögum um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr og lögum um lífræna landbúnaðarframleiðslu innan sviga eftirlit upplýsingagjöf. Við afgreiðslu þessa máls í nefndinni var Inga Sæland fjarverandi. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er hún samþykk áliti þessu. Og við undirrituð leggjum til að þetta nefndarálit verði samþykkt. Það er formaður nefndarinnar Lilja Rafney Magnúsdóttir, framsögumaður Ásmundur Friðriksson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Kolbeinn Óttar Proppé, Njáll Trausti Friðbertsson, Sigurður Páll Jónsson og Álfheiður Einarsdóttir. Fleiri hafa ekki kvað sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 17. dagskrármálið, Matvælastofnun, stjórnarfrumvarp, 331. mál á þingskjali 442, nefndarálit á þingskjali 828, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður atvinnuveganefndar, hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um Matvælastofnun. Þetta er frá atvinnuveganefnd. Nefndin hefur fjallað málið á fengið sem fund Eggert Ólafsson og Sigurgeir Þorgeirsson frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, Sigurð Eyþórsson frá Bændasamtökum Íslands, Halldór Runólfsson frá Dýralæknafélagi Íslands, Maríönnu Helgadóttur og Runólf Vigfússon frá Félagi íslenskra náttúrufræðinga, Árnýju Sigurðardóttir og Jón Ragnar Gunnarsson frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Jón Gíslason og Viktor Stefán Pálsson frá Matvælastofnun, Lárus M. K. Ólafsson fyrir hönd Samtaka ferðaþjónustunnar og Samtaka verslunar og þjónustu, Ragnheiði Héðinsdóttir frá Samtökum iðnaðarins og Jón Kristinn Sverrisson frá Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi. Nefndinni bárust umsagnir um málið frá Bændasamtökum Íslands, Dýralæknafélagi Íslands, Félagi atvinnurekenda, Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Matvælastofnun, Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi, Samtökum iðnaðarins, Samtökum verslunar og þjónustu, Samtökum ferðaþjónustunnar og Samtökum atvinnulífsins. Með frumvarpinu er lagt til að sett verði ný heildarlög um Matvælastofnun. Samhliða því að þetta frumvarp er lagt fram frumvarp til laga um breytingar á lögum um matvæli og lögum um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr. Það er að segja 330. mál og kom hér fram áðan. Tilefni þess að frumvörpin eru lögð fram er ábending í skýrslu Ríkisendurskoðunar til Alþingis um Matvælastofnun frá árinu 2013 og sömuleiðis í skýrslu frá árinu 2017 sem unnin var fyrir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. Matvælastofnun tók við Landbúnaðarstofnun og varð til undir því heiti samkvæmt lögum nr. 167/2007. Á grundvelli þeirra laga voru matvælamál flutt til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins. Ýmis verkefni hafa á undanförnum árum verið færð undir stofnunina en í 2. grein gildandi laga er talin upp þau lög þar sem kveðið er á eftirlit stjórnsýslu stofnunarinnar. Í frumvarpi þessu er kveðið á stjórnfarslega stöðu Matvælastofnunar og hlutverk hennar, þar með talið ráðgjafarhlutverk gagnvart ráðherra, fræðslu til almennings og fleira. Þetta er nýmæli að stofnun skuli vinna að aðgengi fyrir íslenskar afurðir að erlendum mörkuðum auk þess sem skipað verði samstarfsráð þar sem reglubundið samstarf og miðlun upplýsinga fari fram. Með því er áætlunin að auka gagnkvæman skilning. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Og við afgreiðslu nefndarálitsins var Inga Sæland fjarverandi. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er hún samþykkt áliti þessu. Og undir álitið ritar að formaður nefndarinnar Lilja Rafney Magnúsdóttir, Ásmundur Friðriksson framsögumaður, Halla Signý Kristjánsdóttir, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Kolbeinn Óttar Proppé, Njáll Trausti Friðbertsson, Sigurður Páll Jónsson og Álfheiður Einarsdóttir.
Fleiri hafa ekki kvað sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 18. dagskrármálið Samgöngustofa, stjórnsýslustofnun samgöngumála, stjórnarfrumvarp 109. mál á þingskjali 178, nefndarálit á þingskjali 830, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Hér mæli ég fyrir nefndaráliti frumvarp til laga breytingu á lögum Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála, nr. 119/2012. En frumvarpið fjallar birtingu alþjóðlegra reglna á sviði siglinga. Frumvarpið sjálft liggur fyrir á þingskjali 178 og nefndarálitið á þingskjali 830. Nefndin fjallaði málið og fékk á sinn fund fulltrúa frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti og frá dómsmálaráðuneyti. Nefndin óskaði eftir umsögnum frá helstu hagsmunaaðilum en engar umsagnir eða athugasemdir bárust. Með frumvarpinu er lagt til að Samgöngustofa birti á vef sínum viðauka og kóða við alþjóðasamninga á sviði siglinga sem Ísland er aðili að ásamt dreifibréfum og leiðbeiningarreglum sem fylgja þessum samningum. Sambærilegt ákvæði var að finna í lögum nr. 6/1996 Siglingastofnun Íslands, en það ákvæði féll brott úr lögunum við stofnun Samgöngustofu og þar virðist hafa verið mistök að ræða. Fram kom að áætlað umfang textakóða og viðauka sem ræðir eru það bil 6.400 blaðsíður og við það bætist svo texti annarra gerninga, til dæmis ályktana og dreifibréfa. Kostnaður við birtingu í C-deild Stjórnartíðinda er 5.000 kr. á blaðsíðu. Fram kom að birting framangreindra gerninga er mjög ábótavant hér á landi og hafa þeir fæstir verið birtir í stjórnartíðindum eða þýddir. Frumvarpinu er því ætlað að auðvelda aðgengi að alþjóðlegum reglum á sviði siglinga fyrir þá sem starfa á sviðinu. Ljóst er að birting af því tagi sem verið að leggja til í frumvarpinu er ætlað að koma í stað birtingar í stjórnartíðindum og mun því gilda sem sérlög birtingarháttu fyrirmæla sem felast í viðaukum, kóðum og öðrum gerðingum við alþjóðasamninga á sviði siglinga. Fram kom á fundi nefndarinnar að seinvirkt og kostnaðarsamt er að þýða alla þessa viðauka, auk þess sem efni þeirra varðar afmarkaðan hóp einstaklinga sem ætlast má til að skilji hið erlenda mál vegna menntunar og annarra sérhæfingar, auk þess sem viðaukarnir varða flestir kaupskip sem eru fá hérlendis. Fram kom einnig á fundi nefndarinnar að aðkallandi væri að bregðast við og birta umrædda viðauka þar sem stutt væri í úttekt Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar á innleiðingu alþjóðasamninga á sviði siglinga hér á landi, en flestir þeir gerningar sem ræðir eru óbirtir. Nefndin áréttar mikilvægi lagasamræmis hvað varðar birtingu laga og bindandi reglna og telur sérákvæði í lögum sem þessi mál ekki til eftirbreytni. Þá leggur nefndin áherslu á að þingmálið er íslenska og meginregla allur texti stjórnartíðinda sé á íslensku. Frávikum frá þeirri meginreglu beri að beita af varfærni og árétta þurfi mikilvægi þess að lög og reglur séu skýr og aðgengileg. Nefndin leggur áherslu á að mjög afmarkað svið er að ræða og færa megi rök fyrir því að þeir gerningar sem ræðir varði afmarkaðan hóp manna sem má með sanngirni ætlast til að skilji hið erlenda mál vegna menntunar og annarra sérhæfingar. Ákvæði 2. málsgreinar 4. greinar laga stjórnartíðindi og lögbirtingablað, nr. 15/2015, heimila birtingu erlends texta í stjórnartíðindum. Nokkuð hefur verið að vilji hafi verið til að aflétta þeirri kvöð að birta alþjóðasamninga og Evrópugerðir í C-deild stjórnartíðinda vegna þess kostnaðar sem því fylgir. Nefndir þingsins fá reglulega slíkar breytingartillögur eða ábendingar til umfjöllunar, samanber til að mynda nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar frumvarp til laga vátryggingarsamstæður sem urðu að lögum nr. 60/2017.
Nefndin telur brýnt að ráða bót á birtingu þeirra gerninga sem um ræðir og telur fullnægjandi rök fyrir því að birtingin sé heimil á erlendu máli, enda virðist efni þeirra einungis nýtast sérfræðingum sem eru vanir að nýta enskan texta þessara gerninga og íslensk útgáfa þeirra er ekki til. Hvað varðar birtingu þeirra á vef Samgöngustofu ekki í stjórnartíðindum telur nefndin slíkt ekki til eftirbreytni en leggur þó ekki til breytingu á ákvæðinu í ljósi þeirra hagsmuna sem undir í málinu. Nefndin áréttar þó mikilvægi þess að tekin verði til endurskoðunar lög um stjórnartíðindi og lögbirtingablað til að tryggja samræmi og skýra stefnu í birtingamálum. Nefndin varar enn fremur við því að sérákvæði sem þessi séu sett víða í lög þar sem það grefur undan skýrleika laga og lagasamræmi. Eðlilegt væri að endurskoða heildrænt birtingu viðamikilla gerninga, Evrópugerða og samninga og leita leiða til að koma í veg fyrir þann mikla kostnað sem henni fylgir en tryggjum leið samræmi og aðgengi að gildandi lögum og reglum. Beinir nefndin því til dómsmálaráðuneytis og forsætisráðuneytis að hafa forgöngu slíka endurskoðun og tryggja aðkomu annarra ráðuneyta eftir því sem þurfa þykir. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt og undir álitið rita Jón Gunnarsson, 1. varaformaður nefndarinnar, Líneik Anna Sævarsdóttir framsögumaður, Ari Trausti Guðmundsson, Fjölnir Sæmundsson, Helga Vala Helgadóttir, Hanna Katrín Friðriksson, Jón Þór Þorvaldsson, Karl Gauti Hjaltason og Vilhjálmur Árnason. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 19. dagskrármálið. Fjármálafyrirtæki stjórnarfrumvarp 387. mál á þingskjali 537, nefndarálit á þingskjali 829, önnur umræða. Til máls tekur formaður efnahags- og viðskiptanefndar, hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til laga breytingar á lögum fjármálafyrirtæki, nr. 161 frá árinu 2002. Skuldajöfnun, greiðslujöfnunarsamningar og ógildir löggjörningar. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á 12. kafla laga fjármálafyrirtæki en kaflinn fjallar endurskipulagningu fjárhags fjármálafyrirtækja, slit þeirra og samruna við önnur fjármálafyrirtæki. Nokkrar breytingar hafa orðið á kaflanum frá setningu laganna. Með lögum nr. 130 frá 2004 var meginhluti tilskipunar 24 frá 2001 frá ESB-tilskipun, þar að segja endurskipulagningu og slit lánastofnana innleiddar í íslenskan rétt. Eins og segir í nefndaráliti þá talið nauðsynlegt að gera nokkrar breytingar í kjölfar dóma Hæstaréttar eins og kemur fram í nefndarálitinu og að skýra í raun nánar atriði sem reyndi á varðandi innleiðingu tilskipunar í íslenskan rétt. Efnisreglur frumvarpsins gilda aðeins fjármálafyrirtæki með höfuðstöðvar hér á Íslandi og starfsemi í öðru EES-ríki. Í áðurnefndri tilskipun kveðið á að við slitameðferð fjármálafyrirtæki skuli fara eftir lögum heimaríkis þess. Af þessu leiðir að ef fjármálafyrirtæki rekur útibú í öðrum löndum eða á í viðskiptum við fyrirtæki og einstaklinga utan heimaríkis fer einungis fram ein slitameðferð en ekki margar. Þessi meginregla sætir þó undantekningum vegna eðlis fjármálastarfsemi. Við slit fjármálafyrirtækja hér á landi hefur reynt á samspil meginregla og undanþága og að hvaða marki reglur íslenskra laga gjaldþrotaskipti og fleira, nr. 21 frá 1991, samrýmast ákvæðum 23., 25. og 30. grein þeirra tilskipunar sem ég hef nefnt áður. Í frumvarpinu lagðar til breytingar til að skýra nánar þær undantekningar sem gilda frá þeirri meginreglu að lög heimaríkis fjármálafyrirtækis gildi slit þess og útibú þess. Annars vegar lagt til að skýrt komi fram að undir ógildingarreglu í 30. grein tilskipunarinnar falli einnig riftunarreglur 20. kafla laga gjaldþrotaskipti og sönnunarbyrði að löggjörning eigi að gilda önnur lög en lög heimaríkis hvílir á herðum þess hefur af því hag.
og mat á því hvort sönnunin hafi tekist eða ekki fer eftir reglum heimaríkis um sönnun og sönnunarbyrði. Hins vegar er að ræða reglur sem taka til skuldajöfnunar við slit fjármálafyrirtækis og greiðslujöfnunarsamninga, en með þeim er brugðist við athugasemdum eftirlitsstofnunar EFTA um innleiðingu undantekningarregla 23. og 25. greinar tilskipunarinnar. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt og undir nefndarálitið rita sá er hér stendur Óli Björn Kárason, Þorsteinn Víglundsson, Bryndís Haraldsdóttir, Helgi Hrafn Gunnarsson, Hildur Sverrisdóttir, Oddný G. Harðardóttir, Ólafur Þór Gunnarsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Silja Dögg Gunnarsdóttir. Ólafur Ísleifsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, er samþykkur þessu áliti. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 20. dagskrármálið Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda stjórnarfrumvarp 452. mál á þingskjali 651, nefndarálit á þingskjali 842, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður efnahags- og viðskiptanefndar hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti hv. efnahags- og viðskiptanefndar varðar frumvarp til laga um breytingar á lögum um Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Önnu Valborgu Ólafsdóttur og Harald Steinþórsson frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Nefndinni bárust umsagnir málið frá Landssambandi lífeyrissjóða og samtökum atvinnulífsins. Í frumvarpinu er annars vegar mælt fyrir fækkun varamanna í stjórn Söfnunarsjóðs lífeyrisréttinda úr 7 í 2 og hins vegar brottfall þeirra ákvæða í lögum sem eru efnislega samhljóða ákvæðum í lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða sem eru númer 129 frá árinu 1997 sem gilda þá jafnt starfsemi Söfnunarsjóðsins. Í þeim umsögnum sem nefndin hefur borist vegna málsins er tekið undir þau sjónarmið sem liggja að baki markmiðum frumvarpsins, að óþarft sé að gera kröfu svo marga varamenn í stjórn sjóðsins og að óþarft sé að tvítaka í lögum þau ákvæði í lögum um Söfnunarsjóðinn sem lagt er til að falli brott. Nefndin tekur undir þessi sjónarmið og leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Undir nefndarálitið rita sú sem hér stendur, Bryndís Haraldsdóttir, formaður hv. efnahags- og viðskiptanefndar Óli Björn Kárason, Helgi Hrafn Gunnarsson, Ólafur Þór Gunnarsson, Hildur Sverrisdóttir, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Þorsteinn Víglundsson, Oddný G. Harðardóttir, Silja Dögg Gunnarsdóttir og áheyrnarfulltrúi í nefndinni Ólafur Ísleifsson er samþykkur áliti þessu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 21. dagskrármálið Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins stjórnarfrumvarp 453. mál á þingskjali 652, nefndarálit á þingskjali 843, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður efnahags- og viðskiptanefndar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti efnahags- og viðskiptanefndar frumvarp til laga um breytingu á lögum um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, nr. 1 frá 1997, með síðari breytingum hálfur lífeyrir. Nefndin fjallaði málið og fékk á sinn fund Önnu Valborgu Ólafsdóttur og Harald Steinþórsson frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu, auk þess að nefndinni barst umsögn frá lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins málið. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, nr. 1/1997, sem eru nauðsynlegar svo sjóðfélagar í B-deild sjóðsins geti nýtt sér heimild til töku hálfs lífeyris frá 65 ára aldri að ákveðnum skilyrðum uppfylltum sem innleidd var í lög um almannatryggingar nr. 100 frá 2007 með lögum nr. 116/2016 samanber 4. efnismálsgrein annarar greinar. Breytingarnar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru tvenns konar. Annars vegar er lagt til að ný málsgrein bætist við 24. grein lagana um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins sem kveði á að sjóðfélagi geti ákveðið að hefja töku hálfs lífeyris hvenær sem er eftir að 65 ára aldri er náð að því skilyrði uppfylltu að hann sé ekki meira en hálfu starfi sem veitir aðild að sjóðnum eða hefði veitt rétt til aðildar að sjóðnum fyrir stofnun A-deildar hans.
Hins vegar er lögð til sú breyting á 2. málslið 2. málsgreinar 27. grein laganna að hlutfall viðbótarréttinda við makalífeyri samkvæmt ákvæðinu miði við starfshlutfall sjóðfélaga þegar taka á hálfum ellilífeyri hófst þegar við á en ekki við starfslok. Í umsögn Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins málið kemur fram að lagabreytingin sem frumvarpið kveður á sé nauðsynleg svo að þeir 22.400 einstaklingar sem eiga réttindi í sjóðnum geti nýtt sér rétt til töku hálfs lífeyris frá 65 ára aldri. Sjóðurinn styðji því samþykkt frumvarpsins. Í umfjöllun nefndarinnar var þeirri spurningu velt upp hvort tryggt væri að hálft starfshlutfall á móti töku hálfs lífeyris veitti sjóðfélaga í B-deild LSR áframhaldandi ávinnslu í sjóðnum. Hefur nefndin fengið staðfest að svo sé og að 50% starfshlutfall sjóðfélaga í B-deild veiti 1% ávinnslu á ári en 100% starfshlutfall veiti 2% ávinnslu. Nefndin leggur því til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Virðulegur forseti, það er rétt að taka fram að það að klára þetta mál er mikilvægt skref í þá veru sem að hv. þingmenn og í rauninni þjóðin öll hefur verið sammála á undanförnum árum og kannski ekki síst samtök eldri borgara að stuðla eins og kostur er að sveigjanlegum starfslokum og það er mikilvægt að við klárum þetta mál á þessu þingi meðal annars vegna þess. Undir nefndarálitið rita Óli Björn Kárason formaður, Ólafur Þór Gunnarsson framsögumaður, Þorsteinn Víglundsson, Bryndís Haraldsdóttir, Helgi Hrafn Gunnarsson, Hildur Sverrisdóttir, Oddný G. Harðardóttir, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Silja Dögg Gunnarsdóttir. Áheyrnarfulltrúi í nefndinni, Ólafur Ísleifsson, er samþykkur þessu áliti. Fleiri hafa ekki kvað til hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 22. dagskrármálið ættleiðingar frumvarp 128. mál á þingskjali 198, nefndarálit á þingskjali 826, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður allsherjar- og menntamálanefndar, hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti allrar allsherjar- og menntamálanefndar við frumvarp til laga breytingu á lögum ættleiðingar, umsagnir nánustu fjölskyldu. Þetta frumvarp snýst umfram allt réttindi barna og velferð þeirra. Það er liður í því að bæta réttarstöðu þeirra barna sem hafa misst annað foreldri eða bæði og viðleitni til að styrkja tengsl þeirra við fjölskyldu hins látna foreldris svo ekki bætist sorg vegna rofinna fjölskyldutengsla ofan á þá sorg sem fylgir fráfalli ástvinar. Í lagatæknilegu samhengi er þetta smámál en fyrir hvern einstakling sem gengur í gegnum missi og sorg getur þetta skipt miklu máli. Með frumvarpinu er lagt til að áður en afstaða er tekin til ættleiðingarumsóknar vegna barns sem misst hefur annað foreldri eða bæði skuli leita umsagnar nánustu fjölskyldu barnsins eða nánustu fjölskyldu látna foreldrisins eða þeirra beggja ef bæði eru látin. Og þetta á við hvort heldur sem er frumstjúp eða fósturættleiðingar. Markmið frumvarpsins er, eins og ég nefndi, að tryggja að ekki verði rofin varanleg tengsl barnsins við fjölskyldu látins foreldris án nokkurrar aðkomu nánustu ættingja þess foreldris eða foreldra. Og það skiptir mjög miklu máli að vel sé vandað til verka við ættleiðingu, enda er ættleiðing varanleg ákvörðun með gríðarlega mikil réttaráhrif. Þetta ræddi nefndin nokkuð í umfjöllun sinni en við ættleiðingu öðlast kjörbarn sömu réttarstöðu gagnvart kjörforeldrum, ættmennum þeirra og þeim sem er í kjörsifjum við þá eins og það væri eigið barn kjörforeldranna nema lög mæli á annan veg. Og frá sama tíma falla niður lagatengsl barnsins við kynforeldra, önnur
sambúðarmenni og þá sem eru í syfjum við þá, nema lög kveði öðruvísi á um. Þetta er óafturkræf ákvörðun sem leiðir til þess að öll lagaleg tengsl einstaklings við uppruna fjölskyldu rofna og stofnaði til nýrra samsvarandi tengsla milli barnsins og þessara þeirra sem ættleiða. Það að barn missi foreldri sitt hefur eðli málsins samkvæmt gríðarlega mikil áhrif á líðan þess til langframa. Þetta hefur jafnframt komið skýrt fram í ýmsum rannsóknum. Nefndin fjallaði meðal annars aðeins rannsóknir Sigrúnar Júlíusdóttur, prófessors í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Sigrún hefur bent á að í kjölfar andláts foreldris séu börn oft afskipt og ein, sitja jafnvel með kvíða og erfiðar hugsanir og áhyggjur af framtíð sinni á sama tíma og aðrir í fjölskyldunni að takast á við sína sorg, þá séu þau í sama pakka, sem að segja, og þurfi jafnframt önnur verkfæri til að takast á við það en fullorðna fólk í kring. Og svo hefur Sigrún bent á að í ofanálag geti börn lent í klemmu á milli fjölskyldna sinna, líkt og þegar ágreiningur er forsjá í fjölskyldum sem við þekkjum kannski oftar, þar sem að skilnaður á sér stað. Hluti af batanum hjá börnum í þessari stöðu, hluti af því að vinna úr sorginni við ástvinamissin er að eiga áfram í samskiptum við fjölskyldu látna foreldrisins, við fólkið sem að stendur barninu nærri. Með því að búa barninu þannig umhverfi þar sem að það upplifir sterk tengsl við uppruna sinn og þar sem það upplifir öryggi er hægt að milda sorgina og hjálpa til við það ferli. Nefndin leggur til nokkrar breytingar á frumvarpinu og ég læt nefndarálitið sjá að útskýra megnið af þeim en langar að lesa hér megintillögu frumvarpsins sem nefndin umorðar þannig að hún verði kannski skýrari en hún var upphaflega í frumvarpinu og við leggjum til að hún verði svohljóðandi. Nú er annað foreldri látið eða bæði og skal þá, ef unnt er, leita umsagnar foreldra þess foreldris sem látið er, systkina þess foreldris sem látið er og systkina þess sem ættleiða á áður en afstaða er tekin til ættleiðingar umsóknar, enda sé sá sem ættleiða á yngri en 18 ára. Heimilt er jafnframt að leita umsagnar annarra sem eru nákomnir barni ef talin er þörf á, enda sé sá sem ættleiða á yngri en 18 ára. Svo maður kannski útskýra þetta á mannamáli, þá erum við hér að tala um börn, eða við erum að tala um ættartré þar sem að er búið að klippa einn liðinn úr. Það hefur dáið þarna foreldri, barnið er eftir, við viljum tryggja að amma og afi og þeir sem eru allt í kringum þessa grein sem að fellur frá, að það fólk hafi eitthvað að segja þegar er tekin varanleg ákvörðun framtíð þessa einstaklings. Í umfjöllun nefndarinnar voru ýmis atriði sem við ræddum sem að mig langar að koma aðeins inn á. Það eru sérstaklega 3 sem mig langar hér að nefna, jafnvel álitamál, sum jafnvel heimspekileg. Þau eru í fyrsta lagi, hvað er nánasta fjölskylda? Í öðru lagi, hvaða áhrif hefur þessi aukni fjöldi umsagna sem við erum að leggja til að bætist inn í ættleiðingarferli, hvaða áhrif hefur þessi aukni fjöldi á ferlið? Og í þriðja lagi, kalla ólíkar tegundir ættleiðinga á ólíkt ferli. Í fyrsta lagi, hin heimspekilega spurning, hvað er nánasta fjölskylda og hverjir eru nákomnir barninu? Þarna toguðust dálítið á ólík sjónarmið hjá umsagnaraðilum. Ýmsir fögnuðu því að það væri gott að hafa sem víðasta skilgreiningu á því hverjum ætti að banka upp á hjá til að fá umsögn í ættleiðingarferlinu. Það endurspeglaði líka margbreytileika mannlífsins þar sem að fjölskyldur eru ýmiss konar, að það væri ekki niður njörvað nákvæmlega hvaða einstaklingar það væru í einhverri tæmandi úttekt. En á móti kemur að þeir sem að
kannski eru líklegastir til að starfa með þennan lagatexta, þeim óx nokkuð í augum tilhugsunin snjóbolta sem gæti haldið áfram að velta upp á sig í eilífum umsagnarbeiðnum til endalausrar raðar fólks sem að gæti mögulega talist til ættmenna barna sem á að ættleiða. Nefndin telur nauðsynlegt að það sé alveg skýrt til hvaða aðila skuli leita umsagnar í þeim tilvikum sem frumvarpið tekur til. Meðal annars til þess að málsmeðferðin verði ekki of þung í vöfum við öflun umsagna. Við meðferð málsins kom fram að geti verið að ræða margs konar fjölskyldumynstur og ólíkar aðstæður hverju sinni og því geti verið nauðsynlegt þegar litið er til hagsmuna barnsins að afla umsagnar annarra en eru nákvæmlega taldir upp. Til dæmis, ef það kemur bara hreinlega í ljós við athugun að þeir eru tengdir viðkomandi barni. Nefndin leggur áherslu á að við mat á ættleiðingarumsóknum sé ætíð tekið mið af hagsmunum og vilja barnsins og að hluta því sé einmitt þetta að öflun umsagna nánustu fjölskyldu verði ekki til þess að óhóflega tafir verði á undirbúningu og töku ákvörðunar ættleiðinguna. Nefndin telur að við framkvæmdina verði alltaf að ætla ákveðið svigrúm eftir því hvernig hver og ein fjölskylda er samþykkt og þess vegna leggjum við til þessa breytingu sem að ég las hér upp að í ákvæðinu verði mælt fyrir að það skuli leita umsagnar foreldra hins látna foreldris, systkina þess og systkina þess sem ættleiða á áður en afstaða er tekin til ættleiðingarumsóknar. Þetta er kjarninn, þetta er fólkið sem á að leita umsagnar hjá. Og síðan bætum við í nefndinni að jafnframt verði heimilt að leita umsagnar annarra sem eru nákomnir barni ef talin er þörf á, enda sé sá sem ættleiða á yngri en 18 ára. Þetta er svigrúmið. Þarna þarf sýslumaður bara, eða barnayfirvöld eða hver það er sem kemur að málinu, bara að skoða mál þess barns sem er til umfjöllunar og skera úr það hvort sé einhvers konar stjúpforeldrar eða einhverjir ættingjar með veruleg tilfinningatengsl við barnið sem að eiga fullt erindi inn í umsagnarferlið. Í öðru lagi, hvaða áhrif má búast við að þessi aukni fjöldi umsagna hafi á ættleiðingarferlið? Og þá er rétt að taka fram að mati nefndarinnar er markmið frumvarpsins umfram allt að tryggja vandaðri meðferð ættleiðingarumsókna í þessum tilvikum með því að afla verði fleiri gagna sem verði hægt að byggja á eitthvað svona heildarmat það hvar hagsmunum barnsins er best borgið. En jafnframt er markmiðið að tryggja að það verði ekki rofin varanlega tengsl við fjölskyldu látins foreldris eða foreldra án þess að fjölskylda þeirra komi að. Frekar en að taka fram einhverja skýra útfærslu á því hvaða ferli fer af stað ef að umsagnir eru neikvæðar eða hvað annað, þá leggur nefndin umfram allt áherslu á það að það verði eitthvað verklag innan þeirra stofnana sem fara með þessi mál sem tryggi það að þessi vonandi haugur af umsögnum ástvina verði hluti af heildarmati til ættleiðingar. Þegar er að ræða umsagnir nákominna verður að skoða sérstaklega í hverju máli fyrir sig hvort og með hvaða hætti efni þeirra hafi áhrif á niðurstöðu málsins og þá meðal annars með hvaða hætti þær þjóna hagsmunum barnsins og kannski eitt sem við megum aldrei gleyma, hver sé afstaða barnsins sjálfs til ættleiðingar á öllum aldri en sérstaklega þegar það er orðið, þegar fram líður og það fer að nálgast
fullorðinsár. Nefndin, hér er nú við að fara að endurtaka mig þannig að ég hleypi við þetta. Nú í þriðja lagi, þetta þurfti nefndin að skoða nokkuð vel, hvort að ólíkar tegundir ættleiðinga kalli á ólík ferli. Það eru ólíkar aðstæður uppi eftir því hvort að ræða frumættleiðingu, stjúpættleiðingu eða fósturættleiðingu. Og það komi fram sjónarmið að það þyrfti að taka tillit til réttarstöðu fósturbarna sérstaklega og gera greinamun á frum- og stjúpættleiðingum annars vegar og fósturættleiðingum hins vegar í frumvarpinu. Þó að sé að ræða eðlisólík mál þá telur nefndin að í þessu tilviki verði að líta til markmiða frumvarpsins sem eru meðal annars að vernda réttindi barnsins og upprunatengsl og því sé ekki ástæða til að gera sérstakan greinamun á þessum flokkum. Auk þess að það er alveg spursmál hvort það sé yfir höfuð hægt. Hér erum við aftur komin að því hvað mannlífið er margbreytilegt og fjölskyldur ólíkar, að það sé mögulega sjaldnast hægt að finna hrein dæmi aðra tegundina af ættleiðingu sem að falli mjög snyrtilega í annað hólfið frekar en hitt. Og hvort heldur sem þá þarf í öllum tilvikum að meta hver er nauðsyn ættleiðingar og það er mat nefndarinnar að tilgangur frumvarpsins sé að varpa einfaldlega frekara ljósi á þá nauðsyn, svo sem hvort til staðar séu mikilvæg tengsl og hvort þau séu barni fyrir bestu, þá teljum við eðlilegt að allar tegundir ættleiðinga séu hér undir sama hatt settar. Sérstaklega í ljósi þess að við ætlumst ekki til þess að þetta verði sérstaklega íþyngjandi eða til þess að lengja ferlið. Þessi hluti umfjöllunar nefndarinnar leiddi hins vegar í ljós að það er alveg full ástæða til að hlusta á gagnrýni sem berst sérstaklega frá eins og til dæmis félagi fósturforeldra í umsögn sinni varðandi samspil þessara ólíku kerfa. En með því væri í rauninni verið að taka upp þráðinn frá starfi sem að þegar hefur verið sett af stað innan stjórnsýslunnar en hefur legið í láginni. Í mars 2011 gaf Rannsóknarstofnun Ármanns Snævarr fjölskyldumálefni út skýrslu úttekt á löggjöf ættleiðingar og framkvæmd ættleiðingamála á Íslandi. Sú skýrsla var unnin fyrir innanríkisráðuneytið og nefndin telur mikilvægt að lög ættleiðingar verði rýnd og endurskoðuð með hliðsjón af þeirri vinnu og samspili löggjafarinnar við málefni barna og alþjóðasamninga réttindi barna. Nefndin beinir því til nú dómsmálaráðuneytisins að þetta fyrirkomulag verði skoðað og hvort tilefni sé og þar verði skoðuð þessi álitamál það hvort sé tilefni til að gera til dæmis greinamun á ólíkum tegundum ættleiðinga og þá hvort önnur skilyrði eigi að gilda fósturættleiðingar svo sem hvort að afmarkaður verði ákveðinn fósturtími áður en hægt er að sækja ættleiðingu og hvort nánasta fjölskylda barns sem ættleitt hefur verið af fósturfjölskyldu geti sótt umgengni við barnið. Og það eru ótal mörg svona atriði sem mætti skoða. Aðalatriði er það að hér er kerfi þar sem að þarf margt að laga. Það frumvarp sem við erum að ræða hér í dag tekur bara á örlitlum hluta þess sem þarf að gera. Nú, þetta frumvarp var lagt fram af fulltrúum allra flokka hér á þingi og það nefndarálit sem ég er hér stuttlega búinn að gera grein fyrir er flutt af öllum fulltrúum í allsherjar- og menntamálanefnd. Þannig að það ríkir mikill einhugur í málinu og ég tel að nefndin hafi unnið gott starf og rannsakað þetta vel og vandlega þó að, eins og ég segi, megi gera meira í þessum málaflokki. Þá er þetta mál bara ekki vettvangurinn til þess. Undir þetta nefndarálit skrifa
auk þess sem hér stendur Anna Kolbrún Árnadóttir, Birgir Ármannsson, Guðmundur Andri Thorsson, Jón Steindór Valdimarsson, Páll Magnússon, Steinunn Þóra Árnadóttir, Willum Þór Þórsson, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Og ég held að sé kannski ágætt líka þegar við erum með þetta mál í höndunum að hafa hugfast að við erum að ræða fólk í afar viðkvæmri stöðu á erfiðum tíma í lífinu. Þetta eru fjölskyldur sem hafa upplifað missi og sorg og tilgangur þessara lagabreytingar að löggjafinn og samfélagið standi vörð réttindi barnanna sem ganga í gegnum foreldramissi hvað varðar þennan eina afmarkaða þátt. Og það getur skipt miklu máli. Það getur skipt miklu máli að þurfa ekki að upplifa tvöfaldan missi að óþörfu. Það þurfa ekki fyrst að upplifa það að missa foreldri og síðan að ganga í gegnum það að missa tengslin við stórfjölskylduna sem þau tengjast í gegnum það foreldri. Þess vegna mælist ég til þess, virðulegur forseti, að þetta mál fái hér jákvæða afgreiðslu sem fyrst. Nú veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni fyrir hans ágætu framsögu. Ég vil taka það fram hér í upphafi að ég tel að hér sé mjög gott mál að ræða og fagna því að hv. þingmaður ásamt fyrsta flutningsmanni Vilhjálmi Árnasyni skuli hafa fylgt þessu máli vel eftir og komið hingað inn í þingsal til annarrar umræðu. Ég aðeins að velta fyrir mér það er nú kannski meira, má segja, tæknilegt atriði sem ég að velta fyrir mér í sambandi við lögin, hvort að það hafi komið upp í umræðum nefndarinnar að það þyrftu að vera vísanir í breytingarákvæðinu, þar að segja í 11. greininni, yfir í 17. grein lagana ættleiðingar umsagnir, umsagnarferli. Það er ekki millivísanir þarna á milli og hvort að nefndin hafi eitthvað komið inn á það í sínum störfum hvort að þess þyrfti. Andrés Ingi Jónsson, 29. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar andsvari. Já, virðulegur forseti, nú kemur vel á vondan, ég er ekki með lögin hjá mér, en frumvarpið eins og það var lagt fram þá sneri það að 2 greinum lagana, 7. grein og 11. grein, af því að það eru nokkrar innkomur fyrir utanaðkomandi aðila í þetta ferli eins og lögin eru sett upp núna. Það sem við gerum í þessu nefndaráliti er að við fellum út vísun í 7. greinina vegna þess að við erum að þrengja þetta niður í mjög sérstök tilvik. En af því að ég er ekki með lögin og ekki með 17. grein þeirra fyrir framan mig þá er þingmaðurinn nú búinn að reka mig dálítið á gat. En ég vona að við höfum á einum af þeim fundum sem við áttum þetta mál farið rækilega yfir akkurat þetta atriði. Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, það er alls ekki ætlan mín að vera með tilraunir til að reka hv. þingmann á gat síður en svo, heldur er þetta fyrst og fremst af eðlislægri forvitni sem sá hér stendur spurði. Kemur til að því að meðal annars að það er oft þannig að til þess að lög eins og þessi geti virkað þá þurfa að vera vísanir á milli vísanir. En ég vænti þess að hv. þingmaður fái tækifæri meðan ég stend hér í ræðustól og masa að líta yfir lagatextann og sjá hvort að þetta eigi við, því að það sem hér stendur er kannski ekki alveg búinn að velta þessu eins mikið fyrir mér í smáatriðum eins og hv. þingmaður og hv. allsherjar- og menntamálanefnd.
Ég tel að með setningu þessara laga og með þessari lagabreytingu þá séum við að stíga mikilvægt skref sem að geti í rauninni bæði stutt við þessi börn og þessi ungmenni, þessar fjölskyldur og eins og hv. þingmaður kom óbeint inn á í sinni framsögu hér áðan, ef eitthvað er hjálpa fólki í þeirri erfiðu stöðu og því sorgarferli sem fer eftir andlát foreldris. Andrés Ingi Jónsson, 29. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar andsvari síðar sinni. Virðulegur forseti, nú kemur tvíaldur í pontu. Hafandi lesið 17. grein laga ættleiðingar og get fullvissa þingmanninum að hún á ekki að koma í rauninni inn í þetta. Hún snýst umsögn ættleiðingarnefndar sem skilar sinni umsögn til sýslumanns sem fer með ættleiðingarmál. Og sú umsögn fer í rauninni bara í sama pott og þær umsagnir sem við erum hér að leggja til að bætist við. Sú grein sem við erum að breyta með þessu frumvarpi er 11. grein laganna sem snýst umsagnir foreldra. Við erum að víkka þá grein út þannig að hún nái til foreldra og aðstandenda látinna foreldra. Og þær umsagnir verða einfaldlega hluti máls á nákvæmlega sama hátt og umsagnir sem að koma inn í málið frá ættleiðingarnefnd 17. greinar og ýmsum öðrum pappírum sem að er kveðið á í öðrum greinum laganna eftir því sem við á. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. framsögumanni allsherjar- og menntamálanefndar Andrési Inga Jónssyni kærlega fyrir hans framsögu og vísa nú bara til hennar og hefur ekki mikið meira málið að segja þannig. Hann útskýrði málið vel og fór yfir efni þess og mikilvægi. Mig langar þó að koma hér og framfæra í ræðu minni kærum þökkum til hv. allsherjar- og menntamálanefndar fyrir góða og skiljanlega vinnu í þessu þarfa máli og fagna þeirri samstöðu sem málið náðist þar og vona að slíkt hið sama gerist hér í þingsal við frekari meðferð þessa máls. En þetta mál snýst fyrst og fremst velferð barna og rétt barnsins. Það snýst að vernda rétt barnsins til uppruna síns. Og allt sem við gerum og meginregla barnalaga og allra þeirra laga sem við setjum og alþjóðasamninga og barnasáttmálann sem við vinnum eftir snýst það að tryggja rétt barnsins og velferð barnsins. Hvað barninu fyrir bestu? Þannig ég tel mjög mikilvægt þegar ef að þessi breyting fer fram að það sé það sem haft alltaf að leiðarljósi við vinnslu þessara mála, ættleiðingarmála, þegar sýslumaður eða eftir atvikum ættleiðingarnefnd sem kom hér til umræðu áðan í andsvörum. Þegar þessir aðilar eru að fara yfir þessi mál að þá sé tekið mið af hvað barninu fyrir bestu, rétti barnsins og vilja barnsins. Sé alltaf reynt eftir fremsta megni að athuga hver vilji barnsins sem fer náttúrulega eftir aldri og þroska þess hverju sinni, hversu langt hægt að ganga í þeim efnum. En við erum hér að ræða rétt barnsins til að þekkja uppruna sinn og það í öllum samningunum og rannsóknir og annað gera grein fyrir því að það best fyrir barnið að alast upp hjá foreldrum sínum, hjá fjölskyldunni og verið sem bestu tengslum við það og eins og hér margoft komið fram að þetta mjög viðkvæmur atburður í bæði tími og atburður út líf barns að missa foreldri, annað eða bæði og við þurfum að gera allt þess að tryggja velferð barnsins best þegar svoleiðis atvikast. Það var aðalega þetta sem ég vildi bara leggja mikla áherslu á hér leið ég myndi þakka fyrir þá góðu vinnu sem hv. allsherjar- og menntamálanefnd lagði
lagði í þetta mál og vil líka bara minna á þau gríðarlegu réttaráhrif sem ættleiðing hefur. Þetta er óafturkræf réttaráhrif og þau hafa gríðarleg áhrif, en frá sama tíma ættleiðing gengur í gegn þá falla niður öll lagatengsl barnsins við kynforeldra þess, önnur ættmenni og þá sem eru í syfju við það, nema lög kveða öðruvísi á. Þannig að þetta er stórt skref að fara fram á ættleiðingu og hefur mikil áhrif á líf barns. Og þess vegna er mjög mikilvægt að þeir sem að vinna að slíku máli og fjalla slíkar umsóknir og umsóknir ættleiðingu og taka afstöðu til þess, að þau rannsaki það mál vel áður en þau taka ákvörðun, og þá náttúrulega eins og hér hefur áður nefnt með velferð barnsins, hvað er barninu fyrir bestu, virða rétt þess til samskipta við nánustu fjölskyldu og vita vilja barnsins. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 23. dagskrármálið, samræming verklags fjarfundi á vegum ráðuneyta, þingsályktunartillaga, mál nr. 45 á þingskjali 45, nefndarálit á þingskjali 825, síðari umræða. Til máls tekur framsögumaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu tillögu til þingsályktunar samræmingu verklags fjarfundi á vegum ráðuneyta. Og þingsályktunartillagan liggur fyrir á þingskjali 45 og er mál nr. 45. Nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund fulltrúa frá rekstrarfélagi Stjórnarráðsins og frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og samtökum sveitarfélaga á Suðurlandi. Umsagnir bárust fyrst og fremst frá sveitarfélögum og landshlutasamtökum sveitarfélaga. Og með tillögunni er lagt til að Alþingi álykti að fela forsætisráðherra að innleiða verklagsreglur fyrir ráðuneyti Stjórnarráðsins fjarfundi til að auðvelda stofnunum, sveitarstjórnum og öðrum aðilum allt land samskipti við ráðuneytin. Lagt er til að ráðherra skipi starfshóp sem gerir tillögur að verklagsreglum og vinni áætlun innleiðingu nýs verklags. Fram kemur að ráðherra skuli kynna Alþingi niðurstöður starfshópsins eigi síðar en í september 2018, segir í tillögunni. En nefndin leggur hins vegar til þá breytingu að það verði eigi síðar en 1. nóvember 2018. Þannig að svigrúm gefist til að vinna að stefnu og verklagsreglum. Aðeins fjarfundi, það hefur verið ítrekuð krafa frá aðilum víða um land að auka aðgengi að fjarfundum. Lengi vel var þetta bundið við ákveðinn fjarfundabúnað, en nú eru fjarfundurnir orðnir óháðir eða ekki lengur orðin háðir því að hafa sérstakan fjarfundabúnað, heldur yfirleitt að ræða það að tengja saman góðar tölvur, réttan hugbúnað og hugsanlega sjónvarp eða skjávarpa. En eins og segir í nefndarálitinu, á fundum nefndarinnar var rætt mikilvægi þess að tryggja aðgengi að stjórnsýslunni, það er að ráðuneytum Stjórnarráðs Íslands sem öll hafa aðsetur í Reykjavík og fjölda annarra stofnana. Bent var á að fjöldi fólks þurfi reglulega að eiga í samskiptum við framkvæmdarvaldið, meðal annars á fundum, og það getur verið bæði tímafrekt og kostnaðarsamt að þurfa að fara langar vegalengdir allt árið kring vegna funda í höfuðborginni, hvort sem að það eru einstaklingar, fyrirtæki, sveitarstjórnir eða stofnanir sem þurfa að sækja slíka fundi.
Í ljósi mikilla tækniframfara á síðustu árum sé því nauðsynlegt að leggja frekari áherslu á fjarfundi. Rætt var að algengt sé að boðið sé upp á símafundi en æskilegt væri að hægt væri að eiga fjarfundi í mynd þar sem það skipti máli að geta tjáð sig og átt samskipti augliti til auglitis. Myndfundir krefjast ekki lengur sérstaks búnaðar, heldur þarf að tryggja að sá vélbúnaður og hugbúnaður sem til staðar á hefðbundnum skrifstofum og fundarherbergjum vinni saman þannig að hann nýtist til myndfunda. Nefndin tekur undir þessi sjónarmið og telur mikilvægt að nýta tækni til að tryggja aðgengi að stjórnvöldum og samskipti við þau óháð búsetu. Við meðferð málsins í nefndinni var rætt stöðu mála að því varðar nauðsynlega búnað og þekkingu til að halda fjarfundi. Bent var á að hjá stjórnvöldum geti tæknibúnaður til að halda fundi verið til staðar en þörf sé á að bæta kennslu og þjálfun starfsfólks í notkun búnaðarins til að hann nýtist sem skyldi. Bæði þarf að auka tæknilega þekkingu og þekkingu í vinnulagi við stjórnun og skipulag og þátttöku í fjarfundum. Fram kom að hjá rekstrarfélagi Stjórnarráðsins unnið að því að kanna hver staðan með búnað og lausnir til að halda fjarfundi. Og þá komu fram sjónarmið að gæta þurfa öryggissjónarmiðum þegar að ræða samskipti stjórnsýslun og fjarfundun, einkum varðandi miðlun gagna og skjalavörslu í tengslum við fjarfundi. Á fundi nefndarinnar var einnig rætt inntak samræmdra verklagsreglna fyrir ráðuneyti Stjórnarráðs Íslands, hvort setja ætti tiltekin skilyrði fyrir því að halda fjarfundi eða undanskilja tiltekna fundi. Fyrir nefndinni komu jafnframt fram sjónarmið að til viðbótar við verklagsreglu sé mikilvægt að mótuð verði stefna fjarfundi af hálfu Stjórnarráðs Íslands sem gæti verið hluti af frekari stefnumótun samskipti og aðgengi að stjórnsýslunni. Og í ljósi þessa leggur nefndin til þá breytingu að auk þess að móta og innleiða verklagsreglur verði mótuð stefna. Nefndin telur mikilvægt að huga verði að samræmdum kröfum til nýtingar tæknibúnaðar og eftir atvikum þekkingar og þjálfunar starfsfólks ráðuneyta til að fjarfundir verði raunhæfur kostur. Samkvæmt þingsályktunartillögunni er gert ráð fyrir að forsætisráðherra skipi starfshóp sem gerir tillögur að verklagsreglum og vinni áætlunum innleiðingu nýs verklags. Nefndin telur, eins og áður sagði, nauðsynlegt að mótuð verði stefna fjarfundi sem taki til Stjórnarráðs Íslands og leggur því til breytingartillögu þess efnis. Í framhaldi af mótun stefnunnar gerir starfshópurinn tillögur inntak samræmdra verklagsreglna. Og nefndin telur eðlilegt að starfshópurinn fari yfir verklag ráðuneytanna og hvaða kröfur þurfa að gera til öryggis og hafi svigrúm til að móta tillögur sínar. Auk þess, þarna hef ég rakið það sem snýr beint að þingsályktuninni eins og hún lá fyrir og breytingartillögunni sem nefndin leggur til. En auk þess fjallaði nefndin aðra viðburði á vegum stjórnmálavalda. Á fundum nefndarinnar koma fram sjónarmið að æskilegt sé að notkun fjarfunda eða útsendinga hjá ráðuneytum og stofnunum nái til fleiri viðburða en hefðbundinna funda. Á vegum stjórnvalda oft skipulagðar ráðstefnur eða aðrir þekkingar- og samráðsviðburðir sem mikilvægt að sem flestir geti fylgst með eða tekið þátt í óháð staðsetningu. Hægt auðvelda fólki þátttöku í slíkum viðburðum með því til dæmis að senda dagskrá þeirra út í beinni útsendingu eða með því að gera upptökur slíkra viðburða aðgengilega með rafrænum hætti. Og nefndin tekur undir þessi sjónarmið og hvetur stjórnvöld til að huga að því að gera ráðstefnur og aðra viðburði aðgengilegri með aukinni tækni. Og þar til viðbótar þá ræddi nefndin nokkuð stöðu þessara mála á Alþingi en fyrir nefndinni var rætt að þrátt fyrir að tillagan varðaði einkum Stjórnarráð Íslands og ráðuneytin þyrfti að auka notkun fjarfunda hjá öðrum stofnunum til að auðvelda aðgengi þeirra sem búa utan höfuðborgarsvæðisins að samskiptum og þjónustu við þær.
Í því sambandi var meðal annars rætt fundi þingnefnda Alþingis og hvernig megi auka og bæta notkun fjarfunda í samskiptum þingnefnda við fundagesti. Og nefndin telur mikilvægt að stofnanir ríkisins leggi sig fram að stuðla að góðum samskiptum, meðal annars með því að bjóða upp á fjarfundi þegar við á. Nefndin leggur sérstaka áherslu á að Alþingi taki til skoðunar verklag við fjarfundi þingnefnda þar sem sömu sjónarmið eiga við samskipti þingnefnda við einstaklinga, fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög og rakin hafa verið varðandi Stjórnarráðið. En þess má nú geta að nú nýlega þá er hugbúnaður í tölvum þingmanna Skype for Business, afsakið forseti, að sá hugbúnaður er nýlega orðinn virkur í tölvu þingmanna og nú hef ég sjálf upplifað það að halda fjarfund í gegnum þann búnað úr húsum Alþingis. En aftur að nefndarálitinu og breytingartillögunni, ætla bara að lesa hér upp tillögugreinina eins og hún hljómar núna. Alþingi ályktar að fela forsætisráðherra að móta stefnu og innleiða verklagsreglur fyrir ráðuneyti Stjórnarráðsins fjarfundi í því skyni að auðvelda stofnunum, sveitarstjórnum og öðrum aðilum allt land samskipti við ráðuneytin. Ráðherra skipi starfshóp sem gerir tillögur að stefnu og verklagsreglum og vinni áætlun innleiðingu nýs verklags þar að lútandi. Ráðherra kynni Alþingi niðurstöður starfshópsins eigi síðar en 1. nóvember 2018. Undir álitið rita Líneik Anna Sævarsdóttir framsögumaður, Helga Vala Helgadóttir formaður, Jón Þór Ólafsson, Jón Steindór Valdimarsson, Kolbeinn Óttarsson Proppi, Óli Björn Kárason og Þórunn Egilsdóttir ritar undir álitið með heimild í 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fastanefnda, en Brynjar Níelsson og Þorsteinn Sæmundsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Útbýtt á fundinum þingskjal 849, stjórn fiskveiða, frumvarp eftir 2. umræðu. Þingskjal 858, félagsþjónusta sveitarfélaga, breytingartillaga Ólafur Þór Gunnarsson. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi slitið.